Góð spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 18. ágúst og FN Íbjörn Blöður hafi göngu sína á bara ágætis föstudegi, menn að verið stærri, menn að verið minni. Erum við ekki bara svona Lilli Veilungs? Jú, ég held að sveimi þá, þetta sé svona bara allir nokkuð brattir. Við líka, við ljúum ekki að hlustundum. Við erum ekki beinni útsendingu núna. Nei. Því að það verið að stekja okkar besta mann Sverrir Bergmann. Já. Og þannig að það er þetta föstudagsmorgun í okkur að klukkan núna, hún 10:30. Við erum í fangelsi í Þýskalandi. Já. Við senda bara út í klefa. Þannig að, nei, við erum reyndu komnir heim. Og erum að taka þáttinn á föstudegi en ekki í beinni útsendingu, sem ég sagði. Það alvöru keisla á mönnum núna. Pæli í þessu Það var Þýskaland í 3 daga, svo flýgum við heim og beint í stekkjum. Já, þetta rosalegt. Við flugum út, drengir, á mánudegi. Ekki rétt hjá mér? Jó, þetta er mánudagur. Já. Ég mestir kastalinn á þriðjudeginum og við tókum upp lögkastið. Já. Sá þáttu verið þetta rosalegur, hann kemur núna á þriðjudaginn. Menn voru í gýr þar. Já, vægast þetta. Á miðvikudeginum þá förum við tilbaka til Berlínar. Já. Fimmtudagur heimleið. Föstudagur steggjum. Já, og svo býðið til að toppa þetta. Laugadagur brúðkaup á mér. Já, ok. Ég var í brúðkaup morgun. Og hvað ertu bara að drekka þar? Í brúðkaupi? Já, hann var edru þar. Eða þú veist, vá, þetta svaðaleg keislaði Hann maður. er ekki að fara edru, Steindi Junior er ekki að fara edru í brúðkaupir, sko. Nei, reynda þú að segja það. Nei, ég hef ekki sagt sjálfur með það, en því ég ætla ekki að snerta áfengi morgun, sko. Nei, en ég er ekki að fara að vera hauslaus í brúðkaupi. Ég er bara að fara að fá mér champagne og... Bindi á enni og... Nei. Byrja að dansa við liðið. En þetta, strákar, nú ætla ég að vera alveg hreinskilinn. Þetta gæti alveg kallað í hvítasloppin. Nei. Ekki? Nei. Það var rólega. Hvað ætlar bara fyrir brúðkaup og horfum bara beint í meðferð? Já, Það er stór furðulegt. Ég fannst bara Berlín ekki rífa neitt í. Það var eitthvað þægi auðvöldast að rensi ég farið í. reynda snýttu við Berlín, sko. Ég er bara, þú oft einhvern veginn svo AC ferð og kemur heim bara game over, langar helst bara að drepa þig, sko. En þarna er glænir ekki tíma flug og svona. Þetta var tölvöld betra en margar aðra ferðir, sko. Þetta var nefnilega, málið það, við fórum alltaf snemma svo. Já, Við erum tiltölulega. farnir að skilja, þetta snýst bara að södra á daginn, hafa gaman, röfla, sofa. Við reyndur á mánudeginum, fórum svo kl. 4, þannig að það er ekki snemt. Þannig að Egil var skynsamur, Egil er náttúrulega alltaf aðeins skynsamur en við, sko. Hann þurfti ekki að vera í kasinu eins og við. Ég fór með þau, sant, eða þú veist. Já, fyrst til að borða og fóst, svo. Men við sátum hann bara eins og, ég veit ekki hvað. Ég var aldrei sé mann borða pítsu í kasinu. Og fara svo heim. Heldur gott, sko. Já, bara kom, át. Herru, talandu þetta. Egil getur getið. Já. Ég held að þetta væri bara svesmenn. Nei, þetta, ég var búin að sjá þetta í Bandaríkjum með Já, svona, þeir eru að segja Júi Seigilsa, sko. Já, sko, það er málið rosalegt, sko. Þú ást steik, eitt kvöldræðin, ástu steik í kvöldmatt, 8 hambúrgara. Já. Eftir það. Ekki 2 hambúrgara. Og svona cheese á 8 hambúrgara. Já. Þetta er bara eins og maðurinn hafa verið að kýla í rauða skúring. Þetta var líka, sko, hver hambúrgari fór ofan í hann, svona eins og ég borða snakk. Já. Það var bara svona, hann var eins og Homer. En á móti þá náttúrulega, þú veist, hann á þetta inni, hann er að djöflast alla daga vikunar, hann getur leift sér að geta 100 hambúrgara þarna í Berlín og komið svo bara heim fesku. Ég get ekki leift með 8. Ég get leift með 2. Já, bara 2 tvítarar og það er góður, sko. Kanski 3. Djúvill er Berlín góðu staður. Ég var að fara í fyrsta skipti. Já. I'm a huge fucking fan. Berlín er geggjur borgmar. Fengum líka 30, við fengum gott veður. Já. 30 stæði Þægilegur hiti. Já, við náttúrulega förum yfir þetta allt saman á þriðjudaginn sem að þáttur sem að tekin upp í Jagermeister Kastala. Já. En til dæmis gerðum við eitt eftir það sem að við reyndum, það var búið að segja okkur við ættum að fara á eitthvað svona að Berlín væri svona borg sem þyrfti að reyna að komast inn á eitthvað svona staði. Það dældist inn sama nafnið. Já, Það var alltaf að KitKat. senda Berghain og KitKat. sem ég held að væri bara súkkulaði. Annarkur Íslendingur senda okkur, þið verða að fara á stað og koma í skýslu. Já. Við erum bara Roger. Verðið að fara á þessu staði. Nú er ég er ekki mikill diskotekmaður, en ég einhvern veginn bara var komin í gýr eftir að Egill okkar besti maður í Ölgerðinni bauð okkur rosalega ressa og allir búin að fá sér rauðvín og svona, en ég bara svona, jú, fuck it, ég til í þetta. Já. Nefna það að við byrjum að fara í röð, en við byrjum að þrá að labba þarna og gaurinn sagði bara strax, this is not a club for you guys. Og ég var bara svona, Þú veist, ég er ekki eins og komin í röð, ég ætla að vera í röð. Sko, þessi klúbur Þetta er ekki fyrir ykkur, sko. eins og við, sko, eins og ég las náttúrulega, sko, þú veist, þetta er ekki, þú lappar ekki hérna inn, bara eins og við vorum bara í svörtum gallabuxum og skyrtum. Já. Þú veist, það var enginn þannig, það var gæi á leiðin inn
á narjónum. Já, það var að labba, stóð bara á narjum í röðinni fullt af fólki bara í leðri nestispoka eða eitthvað og svo bara já, það var leður og Mikið af leðri. Það voru mistökin okkar að við erum ekki búin að kaupa svoleiðis föt. Já, við vissum ekki alveg hvað við erum að fara út í En ég held að neði séð okkur þessi gæja fóru í leðurbúð að reyna að þykjast vera hvernig spotta okkur því að gaurinn sem ég var að tala við hann var ekki bara að tala fötun okkar, hann var bara að segja strákar þetta bara ekki ykkar staður sko. En svo má ekki gleyma, hann gæti að vera að hjálpa þig líka. Hann gæti að vera bara, þú átt ekki heima að þinni og I'm trying to help you. Já, ég þakka Guði fyrir í dag að við komumst ekki inn því að þá væri ég held ég ekkert á leiðin í þessu steggjum sko. Ég var alveg nóg þunnur þegar ég kom heim í gæs og ég hef ekki verið á einhverju diskotek. Þetta er gælunni sem var fremst sem var öskra á okkur eitthvað og ég skildi ekki orðan að sagði sem tók kókaðinn af símanum sem notaði símasinn sem speil og hann tekir 4 mínútur setna. Já, síðan bara hugsa hvað er við nú að vinna en þessi það eru nokkur hluti sem gerur sem eru mjög fyndir sem tengjum, þú veist við verðum að fara vel yfir þetta sko. Þegar við náðum ekki að gera þetta í síðasta ætti. Ég spurði gaurinn það ferði bara hálunni sko gaurinn sem ég var að tala fyrst það voru náttúrulega einhverjum 3 dyraðir gaurinn sem ég var að tala fyrst það var ógeðslega næs náungi og við vorum bara að spjalla og þannig ég spurði hann bara svona ok, okkur erum við ekki rétta týpur og hann bara, til að byrja með þú ert í hvítum Converse sko, þú ert ekki að fara svona eitt inn ég bara ok, en ég græði með skó hann bara, já, ég meina, ég get ekki lofað henni sko, hann vissi hann ekki eins og við værum allir hópurinn hann hélt að við erum bara 3 og þannig ég fer bara beint ég kaupi mig skó ég keypti svarta skó fyrir alla, og hvort bara með ruslapóka af skóm svo máttum við ekki fara inn af því að svo þegar ég kom með bókan og ætlaði að vera einhver svona hvað keyptur skó? Bara hvað klukkan er þess að 11? Hvað keyptur skó? Bara þannig það var gaur, skilit ekki ég fór í búð til að sækja bjór fyrir okkur í röðinni og sagði svo bara, herri, ég er í vesinni hérna, hann bara, já, þú ert í hvernig skóm keyptur skóna hans eða? Nei, hann var með einhvern á lager og hann sagði hérna, ég sagði ég er í 42,5 þá fór hann bara hlæja, bara herru, þú fær bara þá skó sem eru hérna ég bara, já ok, þetta var ekkert eitthvað ég að velja skó þannig að hann hendi bara í með einhverjum nokkrum svörtum pörum setti það í poka og svo borgaði bjórin, fór svo nema það var svo ætlaði ég að vera svona einhver spaði og rétta görnum efrur sem að við lögðum allir í púk hvað ætlaði að rétta honum? 500 efrur? Já, ætlaði að rétta honum, sko, það er svona 60 skall þetta er ekki að rétta, þú ert ekki að rétta honum 20 skall Nei, það var ekki nóg þá hlóði hann bara og sagði bara, hei núna ekki, þetta er ekki að virka þá hendi ég bara skónum og sagði við ykkur bara strákar, við getum glemt þessu, þetta er bara dautt við erum ekki að fara að þinn, það er alveg pottitt ég er með skó hérna en það er ekki nóg þá kemur Auðun með einu enni nafni hann ætlaði að fara að bjarga málunum og segja bara, ég tala við hann við bara, Egill sagði strax við hann herru, sölublöka þetta ekki, glemt þessu bara hann, jú, ég verði að fá að tala við hann gæti verið ólíklegasti maðurinn í hópnum til að græja okkur inn á stað sko. hann er svona vetfjörtur í glasi alveg gjörsamlega sko. hann hvað segir og gerir hann er góður að græja allt bara, þetta er besti lági sem ég kynst og græjar allt fyrir okkur í blökastinu og allt og er snillingur hann var ekki bara að græja okkur inn á stað, ég get lofað því hvað þá er hann komin í glas nema þar kemur eiginlega bara besta lína ferðarins hann lappaði upp á görnum og segir við hann bara we need to go in here þá sagði gaurinn orðrétt við hann go away or I will kill you það er ekki harðasta lína sem ég heilt frá ég skildi þér að vera helvitið vel sko hann eftir ekki að tala við það er svo gott að hann lappaði burtu frá okkur bara, herru gæs ég sé ykkur bara inni, það er bara hann lappaði þarna, kom tilbaka svona 30 sekundur síðar, sagði bara, heyrðu, þetta gekk ekki alveg nú vel hvað gerir, hann sagði bara go away or I will kill you ég held að þetta maður að fara að drífa okkur eftir það var bara panta leigubíl og farið heyrðu, þetta var þú veist að þetta er það góð lína að það er alveg betra að við höfum ekki náðu að fara inn og bara þessi lína hefur ekki verið sögð sko. Já, þetta var líka bara skemmtilegt ævintýr að reyna að komast inn þannig að við þurftum ekkert endilega að fara inn á staðin sko. Við getum alltaf sagt það, þetta var svona smá skynda ákvörðun svona yfir matnum að dældist ákvörðun bara, herri, að prófa en við hefum þurft eins og þú sagðir að undirbúa þetta vel daginn sko. Sem hefði líka verið stemming ef við förum einhvern tímann aftur í Jaðarmestarkastalann og sko þau voru ánægð með okkur í kastalanum þetta voru hress og bara þetta var geggjað það eru svona ef þú ætlar inn á okkur að klúbba og sérstaklega þennan klúbb þú þarft að vera í réttum fötum já, vera svolítið preppaður sko, vera búin að dressa þig mæta verið stemningur, svo náttúrulega er þetta líka hann eða einhver 6 gaurar, þannig kannski verið eðlilega að fara kannski að inn, þú veist bara, ég er alltaf léttar að fara inn að vera stelpu með okkur, hefur konundar með okkur eða flója hann ekki í fötunum sem voru nei, þeir voru ekki að fíla klæðina en Jager er sko ánæði með okkur bara Jagermaster, fyrsta lagi sko official Jagermaster accountin bara í heiminum þetta likeaði story hjá mér sko já, við fengum að heyra það svolítið í lestinni og varst ánægð með það gæinn sem sér
Jager í Evrópu meilaði á Egil og hann sýndi með meilið og hann sagði bara, ég sá stórið á þessu gæði svona, hvað snillingar eru þetta bara við þarfum að fá það oftar út og ég segi bara takk, gæði sem í Evrópu í Jager og hann líka greinar og komið hérna 3 gírgrein á MBL þannig að Egil Ölgerinn kóngurinn núna. Maður má ekki gleyma það, þú veist, þetta dæmi, þetta svona guest house, þetta bara, þú veist, það ekkert að panta á svo hóteli, þetta er bara boð. Allstar sem horfir, það eru bara Jager. Já, og yfirleitt þegar svona hópa fara sem við fórum, þá ertu bara, þú veist, þau eru bara einu hópurinn á hóteli. Og dannaðir hópar, venjulegt fólk. Egil sagði mér þetta, yfirleitt þetta segir maður hvað fara þetta svíjar eða normin, þú veist, alltaf Jager með umbótum allt. Þá þetta bara menn sem fá sér eitt og eitt, borða, þakka bara fyrir sig og fara bara svo. Þannig bara staðan meðan við breytum í sí að rave cave. Þetta var rave cave og starfsfólki hafði aldrei séð fólk bara, þú veist, nú ég ekki að grínast því að sko, þú tókst líka að drykja lögguna, blöð. Þú komst með bakka með Jager. Þú komst með á svona 4-5 minúna hresti bakka, nýtt skot. Ég var bara búin ákveð, ég kom niður þannig gýr. Ég ætla að sjá bara hvað getur drukkið mörg Jager. Ég get alveg vottað að þú fóst með helviti mörg. Það engin betri en Blöð í þessu jobbi og það meini engin í heiminum út á heimsmæli hvar. Þú næra að fylgjast með öllum og Auðun botnaði þennan bjór fyrir cirka 13-14 mínúndum. Auðun! Það hann nýjan bjór og bara, þú veist, hann að goddamn weather. Það komst þessu til mín bara, býttu, er þetta sami drykkur og vass með áðan? Ég bara, heyrðu, just það, ég sverða, ég var að fá með þennan. Hann nýr. Þú varst alltaf með eitthvað koktel. Þetta er bara nýr drykkur. Sér var ég með eitthvað sumarbjór, sumar þýskubjór og Blösa á var 2% reifan að mér reif upp freistin, náði ískaldan 5,4% og hendunum við, drekta. Það var ekki nóg að vera að drekka þetta 300 staup, heldur þurftu líka að drekka eitthvað léttan síter og segja líka, langaði breytt síter. Eftir að ég fór í The Tour og lærði það 56 hágæða ingredients sem bara selt, sem bara lyf, þetta 56 lyf í einum drykk, sko. Og hérna fekk The Tour og hann kendi mér svo mér og Blöð, við einum tvei sem masturum það, að þetta var bæði ískalt 18 gráður kalt og út að sippa á þessu, þetta ekki alltaf bara skot. Það breytti svolítið hérna Jagerleiknum, ég aumingi svo ég get ekki skot en þegar ég get ekki, ég má sippa á þessu það er alltaf að shit, mér lókar Jager núna En sko, stráðar, við drögum þetta eins og viski. Þau viljum ekki vera endur taka okkur. Við fórum svo vel yfir þetta í síðasta þætti í Blöðkastinu sem kemur út af þriðjudaginn. Alltaf gaman að tala skemmtilegt again. En málega að í þeim þætti þá förum við vel yfir helviti mikið að stöffi þetta sem eins og túrin og svona. Hún er til og með aldrei upplifað þetta í túr áður. Að fara með hóp í túr hún búin að vinna þetta í 20-30 ár. Hún er aldrei upplifað annað eins af því að það var hérna samt úr vetru sko. Hún var bara alls konar hlutir af ímislegt gerist. Þú líka fórst úr og varst þetta skammar. Ég var með ekkert skammar neitt. Nei, svona hvað, mikst í þig en förum yfir á þriðjudaginn. Fólk fær svona nákvæmri skýrslu. Ég get ekki kastað einhverju svona fram hér. Það hefa einhverju krypti við tölum þetta. Já, við förum yfir þetta bara í næsta þætti. En hann er í beinni útsendingu frá Þýskalandi. Já, eða tekinu upp í Þýskalandi. En nánast beinni, ég heyrði allavega hann ætti ekki að klippa hann. Nei, en við erum hins vegar með alvöru þátt fyrir ykkur í dag líka, kæru hlustendur af FM 95 Blöð. Við erum með, hvað er spurningkeppni Gilsarans? Ég ætla að vera út að stekja svestum á því dag. Já. Svess að gifta sér næstu helgi King of Bachelor Parties. Ok, það er nú potið ekki verið áður. Er 100% ekki. Það er nefnilega sem að er bara allt og sjálfgeft í mín vinahóp. Ég er aldrei að fyrir brúðköpja fólki sem ég þekki. Það er eiginlega líka henni. Það er óþólandi. Það er náttúrulega margir færðin að fara bara til sísló sko. Já, mér finnst að það er bara að vera bannað. Það er því að þú veist, mál er að liðið bara komið bara nennir ekki að fara í það þarf að hendi í vissluna hendi partí sko. Og við erum alveg á síðasta snúning að stekjan þegar brúðköpið er næstu helgi. Við getum hann veit ekki neitt, hann á komið viðtalið á bylgjuna eftir og þá förum við með hann að stað. Þú veist, viljið þið renna núna yfir dagskrána hjá honum eða viljið þið gera það eftir? Í stekjunni? Við getum alveg farið það núna. Ok, ég ætla að flettir henni upp að því að sko Króksarðir eru búin að vera að plana þetta helviti. Þeir tóku þungan á þessu. Ég reyndar að græja snekkjur maður frá báta eftir. Sko málega því ég horfði þegar Hugi sendi mér fyrsta draft þá þurfti ekki snittingt að sjá að þetta var Króksarðarstækjun sko. Þegar fyrsta sem ég sá var Keila, það var Karogi Boccia í bústað. Ég hugsa að það er nú aðeins að af Króksa einhvern part af þessu
Við erum að leiða hann snekki Af króksa Eina sem er þreytt náttúrulega Þetta drep leðilega ógeðslega land náttúrulega bara ský og smá Það er fínt spáð veður. geggju veðri á morgun og sunnudaginn og mánudaginn en ekki í dag. Við erum ekki eðla óhættu með þetta Ég var að kíka spána Þá eiginlega haldast nánast allt Það er 15 gráður og smá rók Þetta er ekki Þú slæmt ert reyndar okkar maður með veðrið Ég treysti þér með þetta Þetta er ekki það Þetta er ekki eins slæmt og þið haldið Nei, það er bara svo óþrjóðandi maður er alltaf með bara sama ægi ef það hangið þurrt, maður býður ekki meira á Íslandi sko. Já, þú veist, það væri gaman að geta stóla á bara 25 gráður í viðkynna Já, og sól. En strákar, sko, að því að málið er að við getum alveg sagt frá þessu að því að þegar þessi þáttur spilar á eftir klukkan 4 þá er Svessi ekki að hlusta á hann Nei. Það er nokkuð Hann er fullur þá Þannig að já, eins og þú sagðir, við erum að fara basically að koma um óvart Þannig að fyrir viðtal á bylgjunni, herru, verðum við ekki að Æborgött Mönnsson er að taka viðtal og þar náu í hann. En veitu hvað koncept er? Hvað sagði Ívar? Hvað vil að ræða við hann um? Ég man ekki Bara hvað lífið? var. Nei, það var eitthvað Og gruni ekki, og það Svess er ekki, hann ekki er í Ég er svo vitlaus, ég var að fara að Gruni ekki að segja- segja að bóka hann eitthvað viðtal bara allt í hennu Ég var að fara að segja fólki að stilla inn klón 12 Ha? Ég var að fara að segja, svo vitlaus, ég var að segja endilega stilla Já, og þessi bylgjuna þáttur er klukkan klukkan 12 4, sko. Ég veit allt um To travel back in time, Já, já, veit, sko. Herru, en hann er sóttur þarna af, svo er þetta sjálfsögur Keila Karugi, þetta er snekkjan Já. og það er Það eru ekki að fara hendun líka í spray tan. Sko- Já, svo er hann að fara í rosalit spray tan og Já, svo við er erum hann bara að það fara 30 Já, svo Og ég er- sagði Guri að koma með Dexter-litin Já, Og hann var 6 fyrir svo, Jésús En Það verður beautifully tanned í dag En málið er Já, að hann má kona ekki mín fara hafði smá overboard sko, hann má ekki vera cancelled eftir þetta sko. Kona mín hafði áhyggjur að því að hérna, við þurfum að passa skemma það, það sko. myndir á honum næstu helgi Líka, hvað er þetta lengi að fara á? Þetta er verið farið á viku Á viku, hann verður svona Hann alltaf verður, vikuna. nei, hann verður, segir, hann verður bara Hann er perfect náttúrulega í eftir bæjarstjórn. viku. Bara eftir viku verður hann bara svona flottur Skilur, þá er liturinn bara drempast og Ok. Þannig að hann verður ekki þannig að hann verður svo trúður í giftingunni En svo er þetta hérna Það getur bara þrifið þetta af, allir bara hanski sem bara og þrýfur þetta á 2 sekundin, ekki vesir sko. En aðalatrið er þetta að það er klán 10 kvöld, það er seint sko Þá kemur töframæður Hvaða töframæður er þetta? Ég bara, þekki það ekki Það er alltaf bara Pöntu töframann? 3-4 goats á Íslandi í þessu Já. Það kemur- En ef þetta er eina Mikael, það verður, þú veist, það verður alveg tension á milli þín og Nei, veistu hvað þið er í celebrity beef Það er æðislegt. Nei, það er aldrei verið Svo er hérna, en það er rosalegt að kemja hérna Já, þú veist, það eru, málið það, mér finnst það bara allir töfrum sem ég þekki allavega og mann eftir eru frábæri töframenn Þannig að þetta verður alvöru sjó Hann samt hann svolítið skrítið að vera upp í bústað bara gauðir og svo kemur töfra maður. Nei, maður Það er verður gaman. frábært En Keila og Matur, hann í Keiluhöllin 14-15 Þegar jagar það er það ekki Keiluhöllin, Og jú, ég sjálfsögðu. sé Jói potið með hann kaldan Já, pottétt. Því líka veist Sé Jói að fara að sjá um okkur. Ég Fyrst hlakka- ég gerði labbaðinu Það er að fá mér einn ískaldan í Ég heimta viðbjörnum saman á braut. Nú ætla ég að sína ykkur það sem ég ræði í blöðkastinu hvor okkar Það er rétt. bestur í keilu. Ok, Fáum það bara staðfest að þetta. Herru, ég væri til að veðja við þig að annarkor okkar verði með fleiri stig en þú Wow, Já, það er enda, that's a bet Já. Þannig að við erum bara 2 against 1 Ég er til í það veðmál, alla daga. Tökum Bara það eftir. friendly, það getur verið 5 kalla mann Já. Bara, þá Ekki, fær- þú getur Ég fengið held að 10 blöð ekki breyki þetta Jú, Keilu meistari íkja á sínum tíma Við getum fengið keilumestari Íka. Já. Ég sé þið í keilu sko. Sko, þú getur fengið 10 skall Vann En Inga. við getum bara fengið 5 skall Þannig að þetta er fínt bett Það er fyrir þetta sem ég fíla. Já, já Þetta verður veistla, þetta verður helviti gaman En sko, já, það er spurning hérna það eru King of Bachelor Parties. Já, Við erum með rosalega klefa sem að við tókum upp í síðustu viku við Steindi og áttum inni fyrir þennan þátt og þá vorum við að hvað var þetta klefa? þetta var hérna Facebook-grúpa Alveg rétt, já. Hverfisgrúpa Hverfisgrúpan. Við vorum að ringja fólk og segja hérna beðast afsökunar að vera rakkaði niður í hverfisgrúpunni. Já, bara sorry ef við Já, séum næst búin verður komin í það og- Já, ég komin í það í gær og ég var að drulla yfir þig En ég er búin að eyða því Já. Og vorum alltaf að vonast til þess að fólk myndi náttúrulega Býtu, hvað Hvað varstu að skrifa? Já, hann var lengið með jafn nógiðar og þú sko. Nei, hvað hvort að skrifa ykkur mig í hverfisgrúpunni En þetta er liður sem heitir hverfisgrúpan Og við ringjum bara í fólk út í bæ og förum að þessi stöðuna Við erum með sturla staðrindir sem hafa ekki verið síðan og komum úr frí. Já, já. Þannig að það hafa ekki verið bara síðan í júni. Mundur fyrir Cass, Jóhann og Guðrún ætlar að kíkja hans á okkur. How do you do fellow kids, mætir? How do you do fellow kids, þannig að það er bara nóg að vera. Og já, við sitjum hérna næstu 2 tímana og búum til einhvern alvöru þáttir ykkur. Ég meina við erum komin í eitt bjór Þetta er ekki flókin. Fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við eru ekki allir í gýrina drengir? Nýja Ég nafnið ætla að fyrir það gýr. væri komið að það væri snúður Já, ég held að þetta var Þú sagði strákar, það er slúður
Er snúður? Það er ekki snúður, það er hins vegar slúður. Varst það skrítið? Ég hef aldrei setið þetta og það kemur ykkur bara með snúð Það er ekki að bara komið tíma á Réttur okkur 3 snúð og velkast einn Ég veit þetta að elska hann mig Heldur endur ég ekki fekk snúð bara sem ég var 16 ára sko. Einu vinur minn sem fæst sér þetta snúð og kókumölk, það er sjánsfróðurinn. Hann fæst sér svona 3 í viku, labbar hann í bakari, fæst sér snúð og kókumölk. Bara ennþá í dag? Já, það í dag. Þú farið aldrei í bakari helgar og kaupið fullt af drasli og svo er það að fá okkur smá snúð. Ég enda oftast á frekar á donut. Eitt kleinur ykkur með karmelu. Já, maður tekur upp 2-3 snúð svo sker maður í bita, svo er þetta maður tekur alltaf, þú veist, ég er örgulega svona hálfan snúð í viku. Já, þú segir það sko. Já, ég köpti það bara fyrir strákan. Já, kókumjólk maður. Þú og fráðurinn bara setja það til. Ég er enda mikill vínabröðsmaður líka. Já, það er endur ekki snuðt. Akkur ekki. Það er óvallast að svona færi í bakari. Ég vann í bakari. Hver getur vínabröð? Já. Bara hvað minnur hver, ég vita allir vínabröð. Ég held að væri bara þeir sem er yfir 60 væri vínabröði. Hvað minnur Færið þið bara reglulega vínabröð? Já, eins og ég segi, ég fæ mig kannski þá svona 1/3 vínabröð í viku. Og hálfa á snúð? Ég meina, ég fer yfirleitt í bakari á lögðum og söndum. Já, ok. Næ, eitthvað heim. Ég varst ekki að fá það bara heilkveiti hótt nú eitthvað svona gott. Kemur heim með fullan póka, leggur á borðið og Já, ég meina, þetta er bara næst. Ég hef veistlega búið heima þér. Já, þú getur þetta að taka það bara í blöggastinn. Eitt sem ég var að fatta sem ég hugsa, hvað jákvæmt er að koma á Berlín? Eiginlega ekki neitt, því að þú veist að það er gaman að vera þar sko, og drepið alltaf bara hér. En sko, geitungavandamálið, það er jákvæmt. Það er ekki geitungu núna en eina sem bjargaði geitungavandamálið er að það stendir reykti mesta vindlum og það er geitungar hata vindla. Það er sem ég lærið strax. Hata reik. Ég fekk alltaf bara vindla úti af því að ég var öskrandi á mig. Geitungar og þá þurfti ég að kveiki vindla. Þú átti bara aldrei að drepa í. Þú veist, leið út klárar einn og kveikjur þér strax í næsta. Það sem ég var að segja þér að gera. Það er bara heldur erfitt að maintaina það sko. Bara hún að æla líka. Ég ætla að byrja slúðupakkana á okkar bestu, Britney Spears. Það er nóg að vera hjá henni. Hún er á öllum slúðumilum því að hún er að skilja við eiginmann sinn. Já, það er sexy gæjan hana. Til nokkra ára, já. Og sko, það er nokkra sögur í gangi. En hann sakar Britney Spears framhjáhald og sækir því skilnað. Það er svona aðal fréttin í þessu. Og en svo er hann að byggja núna, hann segir að minn alltaf elska hana og þau vilja bara núna fá smá frið eftir 6 ára af ást og skuldbindingu við hvort annað. Höfum við kona mín ákveða að binda enda á ferðalag okkar saman. Við höfum haldið þá ást og virðingu sem við berum hvortur öðru og ég óska henni allsins besta, skítur skeður. Þetta sett hann á Instagrami sitt og ég verða viðkjanna sko, því ég held að hann væri svona bara money grabbing, eitthvað gold digger. Já, ég fann alltaf á hann en hann er að hækki álítið á mig núna. Já, sveið með það, þau hljóta að vera með prína, það stendur eitthvað ekki dömað hérna. En var ekki eitthvað, ég bara eitthvað aðeins að ég vissi að þú myndi koma með skýslu með Britney Spears en ég var ekki að kynna með þetta eitthvað rosalega mikið en það var eitthvað orðrumur að hann var eitthvað blackmailalega eða eitthvað. Já, það er svo önnur, þá var hann aumingi sko. Það ef hann er að því sko, þá er hann money grabbing whore sko. Já, en ég er að spá í einu, guys. En hún er alveg einangruð í kjölfar skilnaðinnes og hefur ekkert gefið út sjálf sko. Hvernig væri ef bara svona heimurinn og við líka, allir þóttu séu nú bara með lítið þátt á FM sko. Það á ekki af henni að ganga. Nei, ég er að segja, þú veist, hvernig væri heimurinn myndi bara ekki fjalla hana. Já. Bara, núna er bara búið að taka ákvörðun. Britney verður ekki í fjölmiðlum í 2-3 ár. Bara alvöru break. Já, það er leiðin að jafna sig. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara hvað heldur að hún nenni þessum fréttum. Nei. Þú veist, þetta er bara orðið svolítið svona, það fer að gæla við bara að vera, þetta er náttúrulega orðið bara ógslegt löngu. Já, bara eineltið nánast. Og ég meina, við getum ekki mikið sagt, við erum að fjalla með þetta í Íslandi. Já, ég er að segja það, ég segi bara the world, við líka. Eigum við að gefa Britney break? Já, ég held það. Eigum við að vera fyrstu, bara svona. Já, við skulum bara sína gott fordæmi. Já, ég til í það. Það er ekki. Jú, sérstaklega sem erfiði tímum hjá henni og ég man ekki eins og hvað maðurinn heitir. Mér fannst það hana alltaf eitthvað svona pínuskritin sko. Já, Sam Asghari. Já, meina. Já. Huggulegur strákur og hann vill vera leikari kannski, fær hann einhver hlutverk í framtíðin, ég veit ekki. Svo er það tónlistarmaðurinn Drake en hann kom aðdáanda sínum á óvart þegar hann gaf sem sagt tónleikagest í Los Angeles Birkin tösku frá franska tískuhúsinu Hermès. Ég held ég sé að lesa þetta rétt, ég hef voða lítið vitt á töskum og svona Birkin tösku. Já, Birkin, segir maður ekki Birkin? Við erum allir assholes í sko luxury goods sko. Já, en sko, taskan kostaði 4 milljónir. Hann bara lappaði inn á tónleikunum og gaf konu tösku andverði 4 milljónir og sagði svo við öryggisgæsluna, passi að lappa með henn á leiðinu út.
Þetta alveg stórfurðulegt. Hún geti þá selt sko töskuna og fengið þarna 500 milljónir íslenskar. Nei, þetta var 4 milljónir íslenskar. Ok, nú var ég að kynna mér, nú veit ég allt Birkin bag. Þetta eitthvað svaða merkið það? The Hermès Birkin bag is the single most highly coveted luxury handbag on the planet. Það ekkert annað. With the Birkin bag price ranging from $8,500 to over $300,000. Hann var að gefa ódýrasta taska sem ferð þarna 1,3 rem sko. Það ódýrasta taska. Svo var þetta inn bara live núna as we speak. Ég reyndar voru þið ekki ákveða að tala ekki Britney. Jú. Má þetta vera síðast það? Glemdu bara að við sögum það hvað er nýtt. Prenup with Sam leaves him with nothing. Það var gerður prenup þannig að hann labba með, hann fyrir með ekki krónur úr þessu brúkupi. Þessu hjónabandi. Þá getur þú þurft að geta sokkina að segja ykkur Golddigger. Hann er bara ákveð. Akkurat. Hann var ekkert að hann kjör skrifa bara til samning og bara var kannski bara ástofangin. Og svo hélt ef þessar sögur sanna þá hélt hún fram í honum og hann er bara í ástasokri. En hvað kom í ljós hvaða gæja hún var með það? Nei, einhver aðstofamæður starfsmanni. Hvað hljóðmaður? Ég veit ekki. Sér hljóðmaður að passa á þeim sko. Þetta er ekki hljóðmaður og þetta er ekki bara eitthvað sem vinnur í höllinni. Ég veit ekki, bara hugsa þetta var bara einhver samstarfsmaður. Svo þetta drengir, ef ég var alveg hinskilin, það ekkert mikið í gangi í slúður heimum sko. Gúrka? Já, pínu. Þetta allt bara eitthvað svona raunveruleika stjörnur og eitthvað og ég veit ekkert hvað fólk það líka, það alltaf vesinn. En sko en með hérna því vorum að tala með töskuna. Sko, myndu þið ykkur tíman sko, kaupa hvað dýrasta bara svona hvað dýrasti hlutur sem þú kaupa tískulega, þú veist, peysa, taska, bakpoki skór. Ég bara ekkert í þessu. Það hef aldrei verið sko. Hvað finnst þið bara vera svona limiti og svo bara allt eftir þetta væri bara heimska af þínum andi? Skór helst ekkert mikið meira en 25-30 skall sko. Já, þannig að þú veist dýrasta flík sem þú getur mögulega átt væri kannski 50 skona peysa. Eina þú ert komin í svona hluti eins og the Hermès Birkin bag er að þú veist, hún heldur sér í verði sko. Hún eldir inflation. Það er bara svo úr og basically, það er einu munurinn á og kaupir svona tösku, þú veist þú getur bara selt hann að setja þessu og herra verður hún að keypta þér. Já, ég skilji, þetta er basically þetta er náttúrulega þú fer í þetta sko. En fólk aldrei bara hrætt að týna þessu eða bara, veist, eins og þú ert í 50 eða 100 áskona peysu, þú getur ekki verið þannig bara að þú átt bött til það. Ég menn út ykkur stórborg og þú veist, út ykkur svona tösku, það er alveg hérna. Já, ég myndi ekki þóra þig, saman sem með úr, nú varst þú svona úrakall, erstu aldrei hrættur, þú ert múrið, eins og varstu með það í Berlín. Að passa þess, það er alveg góð ræningar sem geta kipt úr að þeir á nanosekund eitt bætt félag með lendi á Tomorrowland bara núna daginn, sko. En þú veist að ég kom með skýrslu að þú mátt ekki vera með dýrt úr þegar þú ert að ferðast. Mást ekki, ég sagði þér útlanda. Ég veit að þú varst að kosta með góða skýrslu. En þú veist að það eru góðir eins og bara í Barcelona er eins og borgu sem er alltaf talin upp og passaði sko, það er ekkert eðlilega góði þjóðar þar sko. Já, ég væri bara alltaf stressaður ef ég væri með eitthvað svona dýrt að mér. Ég væri alltaf bara að hugsa það, er þetta ennþá hérna? Ég er líka alltaf að heyra sögur með Barcelona, sérstaklega. Ég er alltaf að heyra sögur að þetta sé ekki bara eitthvað hérna að vera að ræna svona pocketræna í lesti eða eitthvað. Það þú sért actually bara rændur. Já, það er ekkert bara Barcelona, það er bara öllum stóru. Já, það lendi bara, sem við kunni hjá mér í þessu bara hábættum dagundaginn, það er ekki bara kvöldin. Já. Þannig að það þarf að passa sig bara, þetta er, þú veist, það er bara staðan. Já, þetta var slúðupakki dagsins, það var svo allt í lagi, þetta fjallar náttúrulega aðalum Britney, en ég grunaði að við skuldum auglýsingar, svo ætlum við klefa hér strax eftir auglýsingar. Held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi eru konir í klefan í fyrsta sinn eftir sumafrí. Já. Og við ætlum að prófa nýjan lið. Já. Manstu, þessi hugmynd reynda poppaði, við ljúum ekki að hlustendum að það var nú aðeins komið í okkur. Já. En nú erum við báðir bláeitrú og vorum að hugsa hvort þetta gæti orðið eitthvað. Já, í grunninn þá eru svona hverfisgrúpur, Facebook hverfisgrúpurnar. Já. Það er yfirleitt logar allt í þeim. Já. Það er alltaf ykkur hitti sko. Ég nefnilega er í einnig svona grúpu. Já. Ég týndi hurðaopnar daginn. Það hérna á bílskúr, þá kom ekkert komment, 4 likes, bara eins og fólk væri ánætt með því að týndunum, sem var mjög skríti. Nei, var það ekki bara ánætt með að þú væri svona að leita til samfélagsins? Jú. En ég sko... Erst þú aktífur í þinni hverfisgrúpu? Nei, ég er nú reyndar ekki aktífur. En ég er nú alveg sett stundum inn. Þú veist, ef ég er að setja kannski, þú veist, ég var að setja flöskur hérna fullt af pókum fyrir utan, ef einhver er að safna þeim. Konaði setti líka eitthvað
Það nógin Svo það nú kannski yfirleitt svona, herði, ég fann þess að kattaól, skilur, eða eitthvað svona, þú veist, en hérna, nei, maður ekkert, þú veist, en maður fylgist vel með, sko. Já, ég skal lofa þér, ég er búin að lofa konun að ræða þetta ekki. Nei, það var þú sem staðurinn að setja þetta inn og það var tekið út og það, ég er að fatta núna, það var sem kveikt þessu hugmynd hérna. Já, en hverfisgrúppur eru, hérna, það er á allt einhver hitti og stemning, en hérna, en í liðurinn hann snýst basically það erum við ekki bara að fara að hringja fólk og segja bara, heyrðu, sorry með gærdaginn. Nú hvað? Nú sást þetta ekki að inni. Nei, hvað? Ég var að segja bara hræðilega hluti. Ég er búin að bauna yfir þig. Algjörlega. Og ég bara tekið allt tilbaka. Já, það er svona pælingin að eins og maður hafi verið, við þurfum bara að vera að vinna með að vera komin í það. Já. Og bara sjá eftir þessu. Þannig að við erum að hringja fólk þykjast að hafa settingun á hverjusgrúpuna og erum að biðjast afsökunar á hegðun okkar. Heldur að sé samt ekki líka oft hannig með þessar hverjusgrúpur að það er kannski einhver komin í 2-3 rauðisglös og bara er ég hendi þessu bara inn með ég vil henni pyrraði með allir að keyra allt á hrættina. Það getur alveg verið, sko. Þannig að þú veist, þetta er, ég held að þetta sé ekkit eitthvað langt frá raunveruleikanum, sko. En við erum að pröfu þetta í fyrsta sinn og ef þetta virkar þá ætlum að ég kalla hennar lið bara hverjusgrúpan. Hverjusgrúpan, já. Eða ekki, hvor okkur að byrja? Vilt þú ekki byrja bara? Og ég byrja? Já, svo reynda, sko, ég ætlaði að fara mótmælega en svo er oft bara þægilegt að taka plásturinn af. Það er ágætt, sko. Og hérna, vera búinn. Maður sjá, ég ætla að vinna með nafni Árni. Maður sjá. Herri, ok, ég kom með þetta. Tilbúinn. Árni, góðu, sæl og blessaður, Kitty, hérna, Bjarna. ætlaði hann bara já, blessar, ég ætlaði hann bara að ringja svona og beðast afsökunar á þessu í gær ekki þægilegasta síndalið svona daginn eftir en maður lifir og lærir. Já. Þetta er, ég er nú ekki vanur að tala nýja skrif og svona, þannig að ég mér langaði bara að beða þig og Jenny afsökunar. Já, ekkert mál. Já, sást þetta hann inni? Já. Á hverjusgrúpunni? Já. Ok. Já. Þannig þetta er bara... Ertu bara aftur annars? Hæ? Ertu bara aftur annars? Já. Maður var aðeins komin í það, sko. Já. Maður tala nú ekki svona. Já. Hæ? Þetta er bara glemt. Eða ekki? Jú. Meinti ekki þetta þessu? Nei. Og heldur að Jenny góð? Já, ekki, hún er á leið til landsins. Já, ok. Veistu hvort hún hefði farið inn á hverjusgrúpuna eða ekki? Ég bara veit það ekki. Ég er ekki vissu. Nei. Því ég var nú ekki að tala fallega hana heldur. Nei. Helvítis jagerinn náði manni maður. Já. Það er svona. Já, en bara mátti skila til hennar ekki, ég meinti ekki þetta þessu. Já, ég gerir það. Mér aldrei fundist þú viðbjóður og ekki fundist hún verið að fuglarhræða og það var ekki til í neina sem ég var að segja þarna. Nei. Helvítis jagerinn maður. Já, svona er það. Já, en ég er að hringja í alla þarna sem ég var að ranta í grúpinu og bara beðast afsökunar. Já. Gott mann. Já, ég seti inn eitthvað fallegt á eftir og manni þykir bara vænt fólki í götunni. Já, akkurat. Ertu að skoða eitthvað á fugla? Nei, ekki núna. Ég er var að kjóla í Vatnafirðinum. Já, gekkja. Já. Var að koma á tjaldstæðið eftir. Já, gekkja. En það var náttúrulega að því ég veit að þú hefur svo mikið áhuga á fuglum, þess að kallaði ég hana Jenny fuglarhræðu og eitthvað og það átti ekki að vera eitthvað viðbjóður, sko. Nei. Og þú ert ekki fyllibitt og aumingi eins og ég skrifaði þannig. Nei. Þú ert toppmaður. Ég bara gleymi þessu. Eða það ekki? Jú. Herðu það æðislegt, bara á afsakaði. Ekki máli. Ok, vinnur. Takk, bæ. Hvað var að gerast hér? Sko, þetta var stórfurðulegt. Þetta var basically besti maður sem ég bara heilt tala. Ég aldrei heilt svona góðan gæði að tala. Hann laug að það sé þetta. Já, hann bara, þú veist, ég var að setja hann hugsa bara, skiptir einhvern það er bara nýr dagur. Það skiptir ekki neitt máli. Nei, sama hvað það sagt af hverju skiptir. Það er líka stóð þetta alltaf að ég fór í fuglan. Það stendur fuglavinn. Þetta er einhver mesti bara, Árni Dan, ef það er eitthvað sem þekkir þennan mann, þá byrðum við að hilsa. Ég meina, ef þú ert fuglavinnur þá ertu vinur allir. Já, ég held það, sko. Er það ekki? Jú, ég meina, er það ekki? En ef það
er gott að vera búinn. Já, og líka, ég ánægður að þið hafi náðu að klára þetta bara. Það er ekkert bíf á milli eitthvað lengur. Nei, hann líka leiðist það er nafnið. Það var ekki eitthvað bara svona, býtu hver? Nei. Kitti Bjarna, já, blessaður. Blessaður, þetta skiptir engum máli, bara upp áfram. Ok, hvað vilt þú? Viltu annan nafnin Árni? Já, bara, Var þetta áfram með Árna? Já. Ok. Herru, bara til í hvað sem er. Ok, nei, sko, þú þarf til að segja með númerinn sem þú finnur og af því að þá sér þú allar upplýsingar fyrir fram að þið með maka og það. Já, ok, viltu halda okkur við Árna? Þú bara ræður. Ég er ekki með eitthvað heimilisvang, vittu nú við. Selfoss fær símtal núna. Halló. Blessaður Hermann minn. Lill Dotta eitt hérna minn. Hvernig erstu þá? Bara góður. Er það ekki? Heyrðu. Já, nú er maður á bömmir maður eftir að hafa verið hérna dritin í hverfisgrúpuna hann í gær maður. Anskotina. Hvað sér þið? Ég var að skrifa svo hræðilega hluti í hverfisgrúpuna þig. Mig? Já. Hittin og hægur. Já, þetta var nú bara ég var komin í jægamasterinn sko. Ég náðu nú ekki, hver er þetta? Já, þetta er ekki Dotta. Já. Sill Dotta, við erum saman í bí bara við hliðina, Hermann minn sko. Við höfum oft hist sko, en ég átti náttúrulega ekki að vera að skrifa þetta. Ég var að skrifa hræðilega hlutum þig og konuna í gær. Já, það er ekki þannig. Nei, svo vaknaði maður auðvitað fullt af kommentum á þessu og allir eitthvað hnekslast yfir þessu og þá fór ég að kalla alla aðra líka eitthvað og það var alltaf ennþá í mér þegar ég vaknaði og búið snjóa helling og allt í rugli. Kallaði eitthvað rottuparið. Það er ekki þannig. Nei, auðvitað maður ekki gera það. Já, ekki gera það sko. Nei, þetta er bara skrítið. Er lagar það ekki bara? Hvað segirðu? Jú, ég tók út allt sko. Kallaði eitthvað, þú veist. Hermann Ræpa, sagði ég, Hermann Ræpa. Já. Það er svo það. Og væri ekki shit, sagði ég líka. Þú derstu það maður, það skrifast alveg á mig bara á mína áfengisneyslu. Er það ekki? Jú. Ég held að fólk fljóta að gera sig grein fyrir því. Já, Hermann Þorskhaus skrifaði ég, fekk 2 likes með þessa. Ég heiti því. Já, mjög skrítið. Ég hef nú ekki stóra áhyggjur af þessu. Ég held að ef að það er einhver sem er sammálaður, þá bara er hann sammálaður sko. Nei, það var engin sammála mér, engin sko. Ég held að ég hef átt annað lækið þarna og félagið minn hitt, hann var líka eins og ég þarna, hann var báðir þarna alveg brjálæðir. Og yfir engu sko, hann var bara búinir að vera þarna, hann var bara búið að vera skablaborði og dræjarar og fleira, þannig að þetta er bara eins og þetta er. Þú veist, þú ekki sleikja, og þú geta sleikja upp allir í hverjunu, bara venjuleg maður. Segir bara hæ og bæ. Ég er áskaplega rólegur yfir þessu. Er það ekki? Jú. Já, þetta er svo steikt líka. Hver skrifa bara einhversi fartfis eða pizzafiss og eitthvað svona vesen. Það er bara konar líf sem gerir það. Já, ég er einn af þeim. Það er bara hannig. Ég er einn af þeim. Já. Það er komið ljós. Þetta er eitthvað sem ég vissi ekki sjálf á mig bara. En ég er búin að hreinst þetta til og tekið þetta tilbaka og það var ekkert á bakvið þetta. Þetta var bara ég komin í jægamasterinn og allt sem fylgir því. Ég er bara fyrirgefið með það. Það er ekkert að stressa sig í því sko. Er það ekki bara? Jú. Glæsilegt. Og helging bara góð ekki? Jú, það er eins og gengur. Ég er bara slagur. Já, ég er bara slagur. Jú. Heyrðu, að segja það bara í bili Er þið bara að þakka fyrir að láta vita? Já, ekkert mál, þetta er bara svo sem, bara farið út allt saman. Heyrðu. Dásamlega. Yes, sir. Takk að þér. Já, semleiðis. Góð helgi. Já, góð helgi. Já, blessaður. Þetta er skrítið leiðum að Ég held að sem ég geta fara aftur í Facebook-grúpuna. Sko, hann var líka út að sveita. Hann var svona, þetta er ekkert maður. Sko, málið það kemur á okkar leiður að taka. Og þú áttir hann. Og við erum málið að það sko fólk er helviti næs yfir þessu. Það er bara, þetta er bara, þú varst bara búin að hella í þig. Já, hann var smá, hann alltaf skapja þér. Já, ég fór óvart aðeins yfir í það sko. En ég veit ekki hvort þetta sé liður sem komið til að vera. Þið verðilega bara að fá dæmið það með okkur, kæru hlustundur. Ég hefði ágæðlega gafur þessu. Nú vonandi þið líka. Ég fíla líka, það var engin sko, það voru bara allir þægilegir. Það var engin, ég held kannski að fólk myndi pirra, skilu. Akkur varst að því? Já, við getum. Hvenær var þetta? Má ég sjá, tala
talaði við mig. Þú getur með þess að sagt að hér að við erum búin að reyna 5 símtöl áður þú veist þetta. Það er ekki brjálað. Það er allir helviti góði með þetta. Já, skoðum þetta í framtíðinni. Já, en það erum við líka búin að taka þetta út. Já, settum þetta raun aldrei inn. Hvað? Bara, þetta er bara grín. Ég var að tala um liðurinn heitir hverju sko. Já. Bye. Fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í bóði Keilu Hallarinnar og Túborg Léttöl og drengir, það var nú örgulega einhverjir Túborg Léttöl í dag og erum á leiðin í Keiluhöllina í Keilu og eftir sem verður veistla. Heldur að sé Joe verða á vaktinni? Fara að stekja okkar besta mann Sverri Bergmann. Já, verður ekki. Ég trúi ekki öru. Já, hann lítur að heilsa upp á okkur með svo svolítið langt sinni hittis í Joe. En já, það styttist hér í How Do You Do Fellow Kids og fleira, en það er hins vegar komið að dagskrárlið sem að hefur verið með okkur í ansi mörg ár og heitir spurningakeppni Gilsarans. Og það er líka út að segja núna, akkurat núna erum við að stekja Sweats Mouth. Þannig að ég svona hugsa, ok, bachelor parties, fyrir að kynna mér þetta aðeins, þú veist, bara svona þið var ekki að gera research á það sem þetta er máli, ég legg náttúrulega eins og allir veitir sem hlusta, metna eina lið. Já, nei, er ekki svona stekjunar veislur, svona segjum það ekki, bara stekja, bara að vera að stekja. Er það ekki að verða aðeins eðlilegar aftur? Það fór svona aðeins úr böndunum ekki hjá nokkur? Þetta er alltaf dated back to 5th century BC og hvað þetta búið lengi í gangi bachelor parties. Þetta er ekki menn voru ekki að finna þetta upp fyrir korteri síðan sko. Þetta er búið að gera heldur lengi. Last night is a free man. En þetta er eina sem ég var alltaf, alls hvað þú fara að kynna þetta, last night is a free man. Er þetta free man út í sambandi og er ekki gift? Það er rosalega alltaf í svona amerískum bíómyndum. Það er alltaf að tala um eitthvað last day is a free man. Maður bara byrja, ha? Já, en það er líka þú satt í sambandi, eða ekki? Í Bandaríkjunum er þá stekjað bara daginn fyrir brúðkaup. Nei, last night nei, það er bara þeirra, þetta er bara síðasta kvöld, já, ég veit ekki svona vinahópur bara saman. Já, en hérna sko, en síðan er þetta gamla sem var alltaf eitthvað fara að láta lemja eitthvað og fara að láta skjóta eitthvað með paintballbissu í baki og allt þetta er held ég dying sko. Ég vona það, því að sko stekkurinn á að njóta. Ég gleymi aldrei, ég pottið rætt það nokkur sem ég finn í FM blöð og síðustu 13 árum, ég mun aldrei gleyma stekkjunna Simma Vil. Hann er yngstur af 6 bræðrum og þeir skipulögðu þá stekkjun bara sem torti já, bara í döð vorkjum bara lamin Skúli Tyson barðan og svo Simmi náttúrulega eins og hann er þegar hann fær högg á sig þá ætlaði hann að fara að svara og var ekkert í besta forminu til þess að svara Skúli Tyson bara lamdan hann bara vankaður hann í Keflavík og leiðinni að svo að láta bara nánast ég myndi að það er að vera 80% skam og 20% eitthvað svona að gera eitthvað sem er óþægilegt en sko eins og ég ekki að kvelja það Gauji Sportusinu sem við hittum á Krít okkar bestið maður þegar við vorum að stekja hann inn í sín þá fekk ég Aron Pálmarsson til að hitta okkur hann á okkur túni í Hafnarfirði Gauji girti niður sig, hallaði sig fram og fekk bolta í raskati á svona 190 km hraða og hann svona neigin niður bara, hann misti bara máttinn í læri. Þetta finnst mér að ég ekki vera. Þetta er að stekja með einhvern veginn, ég nenni ekki neinu svona. Ég gríðt úr látum. Já, ég sko maður ekki gaman fyrir Gauja, en fyrir alla aðra þarna var það ekkert eðlilega gaman. Er það samt? Við vorum að tala um hvað verið gott að þetta væri hægt og þá byrjar Egill að rifja bara ég náði ekki andan í hlóðsam mikið það var neigin niður ég getum alveg sagt að það var einn í hópnum sem barðist mikið fyrir boratskílunni já það var Kös sagði bara að hann vildi fara með Svessa í boratskíluna sem er alltaf versta grínið en þetta farið að alveg heila sko, mér finnst það að fara hringin þá varst ekki að meiða einstaklingin hann er bara einhverju boratskílu og það er hræðilegt ég ætla að fara Sverri ákveðlega hræðilegt náðu hann að græja, verður hann í skílu eftir það? Ég vona, sko málega að Svess færi ekkert í þessa skílu ef hann verður beautifully tanned sem að verður þess svo í boratskíluna það hefur ekkert með það að gera það munir smert passa ég bara, ok, ef þið stekkið með einhvern drengir þá er það bannað með það mig ég er ekki að vera í boratskílu þetta er out of your control það er vesenið við þetta þú veist ekki lofa þetta Sverri með fá svona óþægnd tilfinningu gaman því að þetta er óvissa hann veit ekkert hvað hann er að fucking gera reyndar en það er ok, náttúrulega hann eru kannski 15 bara bestu vinninir og bræðinir búin að skipulegja og leggja í púk til að búi til rosa daghanda þér, þá getur þú ekki verið að töða og þú þurfa að fara í eina skílu nei, og þú verður líka svolítið bara að gera það sem ég sagt þetta er bara, þú ert búin að sæna þinn í þetta þetta þýr ekki, nei þá ætti að sé boratskíluna já, þá að sé boratskíluna hann sláttuðu bara að lemja ef þetta verður eitthvað þannig, ef það verður eitthvað erfiður þá hringjum við bara Skúli Tyson setjum mér í hringin, hvað ætlar að gera núna?
Ok, ef ég að velja þá takk ég alltaf frekar skíluna sko. Hjálpur hann að láta meiða mig ég er bara líð ítla 100% skíluna Þú er flottur í skilni Já, Sko, ok, en þetta er King of Bachelor Parties Já. Heldur að þú verður einhvern tíma steggjaður? Ég er fann að hallast að því, Já Þá þurfa að byrja að fara niður á nýja, sko Já Það er bara, þið veitir það, drengir, sko Þetta getur ekki sjálfur sér Það er enginn á okkur þrjum trúlofaður Nei. Okkur finnst mér eins og sé alltaf mesta pressan á mér sem þegar þeir eru búin að vera í samböndum í 10 ár Það er alltaf verið að spyrja mig hvort ég sé að vera Þú ert alltaf næstur, það er 100% Af hverju? Þú er neglar og skellja þetta blöð Af hverju? Og myndu hafa myndatökum með þér Því að þú verður að sína allum þeim moment Þú voru að ferða akkurat niður Aldrei í lífinu og þá er ég ekki að rakka niður þá sem að hafa gert það er bara það verður ekki á Það mér er gott content, sant? Já, kona mér myndi aldrei leiða mér að posta þeim til að byrja með Nei. En ef við gerum eitthvað gott viral vídeo fyrir því, þú veist, en ef ég er að detta í bakgrunni, ég detti einhvern kollnís og hálfur einhvern Rekst í hring Sko, það væri þetta fyndið að fara með þetta svo overboard að þetta væri fyndið Bóka, Egil stæðaukstað með 15 hvíta dúfur að býða eftir að sleppa þeim og eitthvað svona Það væri þetta funny Eldur líka í bakgrunni Já, töfra maður alltaf einhvers vegar 50 rammar þegar blöðförnir á hnén Það var í álfuru wedding Ok, Þú það er getur þetta alltaf lært töfrabræð, þannig að þú opnar eitthvað svona öskju, það er ekki ringur og svo gerir eitthvað Svo sækja hann í eyrað á Svo henni. það byrtist á fingrinum eða töframæð getur kentir eitthvað En Þú þið veist, haldið dúfur og að eldur þið og verðist ekki Þessi þýðir að þið haldið að þið giftið ykkur Það er það noted Já. Það er líka hérna, maður frétti það eftir að eignast börn, þá verður það bara must að vera Já. giftur Herðu, það sem við ætlum að gera Sævar, það minnum að það Við ætlum alltaf að fá til okkar eitthvað svona lögfræðing sem sér af þessi í þessu Það eru margir sem fatt ekki, vitit ekki bara hérna fólk sem áböð saman býr saman, hvernig, allt þetta hvað gerist ef ykkur, ef við ekki hvað við það er yfir, allt þetta, við ætlum að gera það ekkert Það ætlum að fara í blöggastinn Já, við ætlum að bóka í blöggastinn Það er 1-1 Heldur þú fáið þér vindil í dag í The Bachelor Party? Nei Mér finnst líklegt að ég fá mér kannski einn útlata vindil að því ég á Er það ekki? ennþá í pakkanum Þú veit ennþá að bellan tíma líka Já, Já, alveg samt líka svo skrítið að því að vindlarnir sem hann var að reykja í Berlín það stóð reyking að drepa þeim og ég veit ekki hvað útlanda Það var líka gæi að horfa á penisin á sem er fílu á einum pakkanum Já, það var aðalegt með Já, hún að reyna að fá þetta að kaupa ekki vindla setja bara weird myndir á það gæi sem þú horfa á limin og sér svona í fílusip kannilega náða honum ekki upp ógeðslega fyndið að setja það á pakkanum Það er ekki vandamlega að stenda náða honum upp sko Svo það er Finnst þér líklegt að þú takir Jackson í steggjunni eins og gerði fyrir The German People Nei, það er ekki að fara að gera sko. Það var einu bannurinn minn í Berlín sko. En málið er, þú ert í forminu Já, Þú varst að taka Það var eini bömmurinn minn af öllu sem gerist í Berlín þegar ég vaknaði daginn eftir og var að kíkja á Instagram mitt Þannig að ég get lofað ykkur því ég er ekki að taka Jackson í þessari steggin Hvað meinur það? voru allir að, þú veist, hvetja eini Sherman, þú tókst Jacksonin Já, basically orðin það fullur að bara smá hópþrýstingur og ég byrjar að dansa á gólfinu þarna Þetta var svo En þetta var í The Rave Cave En þetta voru ekki bara við, það var fólk með okkur Nei, þú varst að starfsfólkið. þetta var basically 2 starfsmenn sem við vorum búin að selja þeim mjög vel Þetta verið the greatest show of all time Þeir vild, þú veist, auðvitað vill starfsfólki og ég að sjá þetta Og mér að þú gafst þeim sjó Já. Ég geim aldrei hvað hann sagði sem sáum okkur eftir dansi og sagði hann Now I've seen everything Það var svona hún bara að sjá heldur mikið en þarna koma, það small þetta Núna í gegnum tíðina hefur í gæsapartíum og stekjapartíum verið ráðnir kallkins og kvenkins stripparar Hefur þú strippað fyrir gælu? Strippað, maður sjá Það Ég minn ykkur á bara að við ljúum ekki hlustundum og menn þurfa að vera completely honest Ég er að spája að plýta þift hérna núna En ég get máli, ef þú varst heima og veist, horni blöðdattinn og þú tókst Sweet Michael Jackson dance moves Það er eiginlega að strippa Ég Ef þú po- klættir þið úr ykkur á sama tíma Ég hef pottið teima hjá mér Sko. Ég hef pottið teima hjá mér klætt mig á fyndin hátt úr fötunum Dansandi? Já En ég ætla bara að segja En ég hef Ég ætla bara að segja aldrei eins og Steindi, það er örgulega gerst einhvern En ég hef Taka hana aldrei punkt og hætta ég að ræða hef- En ég hef aldrei náði kassettutæki Kassettutæki, Spóluna hvað? í Ítt á play og 2003, og sko. strippað Fattaru Bara sest í á stól Sett bara ástin mín. lag á og fáðu sæti Já, bara ég er að massive gera það. attack Nei, það er ekki Heyrðu, þetta er það góða punktur, ég ætla að fara í þetta mál Strippaður kona? Þannig að næst þegar þú spyrir mig af þessu, vantarlega verður þessi kjarni aftur þegar við förum í aðra steggjun Þetta er álega kefni Þannig að við þurfum að gera okkur þetta Já, ég held samt að þetta sé steg sko Það væri gaman í með að þú horfa á þig Eða þú veist, vera bara svona, sitja á stólu í hoti það er ekkert mál Það er leið
Nei, ég 3-2. sitt og stóð út í hotni. Hvað er svo vesti perverst? Nei, ég bara Hann bara með konunni og hvað ætla þú að sitja út og stóla út í hóknu og sjá hann strippa? Það er eitthvað bilaður. Það er líka bara svo skrítið að vilja hann. Ok, sko Ég held að þú myndir ekkert vilja sjá það sko. 3-2 fyrir Steinda. Þannig að Já, vindillin að hafa mig. steggjarnir taka oft langan tíma og geta rifið hressila í fyrir menn sem eru aumingjar eins og til dæmis auður með einu enni. Ekki fyrir hvern sem er. Náðu þú að drekka áfengi 22 klukkustundir straight í Berlín? Já, Já, Það er reyndar. það var helviti. Það er ekki fyrir hvern sem er. Svona, fólk sem, það er ekki allir sér ráðu með 22 klukkutíma. Nei, svo má ekki gleyma því að við höfum aldrei verið með neina aukaefni sko. Þetta er bara áfengi. sko Það er líka að vera geðvikir og myndum bæta því við. Það myndur á svona 5-6 dögum líka. Nei, þá var ég bara hættur. Röddina á hvað að fann að breytast líka. bara því. Nei, og breyttu þeir sko. Við megum ekki að svo margt þessu sem við erum að fara að sína í þættinu á þriðjudaginn. Já, við getum þurft að sína klippa því. 4-3. Oft gera skrýtnir hlutir í bachelor parties. Þú veist, það bara er eitthvað að fara að gera í dag sem við veitum hvað er að gera. Það var allir mökkaður og það verður vesen. Það er svolítið opið allt. Hefur þú gert skrýtna hluti eins og til dæmis bara til að nefna eitthvað, notið ásta með dínu? Nei, ég hef ekki notið ásta með dínu. Já, svo Ég var bara að dansa á dínu. technically, Nei. þú veist, ef við ætlum að vera alveg. Ég lá bara og sko, nei, ég Var hef ekki þetta notið. dúkurinn eða? Nei, Nei, það var bara dínu. dína Já, og og dínu. Ég er búin að segja ykkur það oft. Ég Ég nefnir ekki að segja veit, en þetta bara eins og þú veist, en þú veist, út af því að það er weird. Ég var 12 ára eða 11 ára og lagið var svo gott að ég byrjaði svona bara að berja á fullu og reyfa mig á fullu. Ég var ekkert að nota ásta með dínu. Ég var bara í mínu megin heimi, þannig að nei, ég hef ekki notið ásta með dínu. Bara staðfest. Þetta er sko þetta er verið 4-4 hann Já, ég hef ekki heldur gert lendið því. sko, hörðu, ég þarf að koma með aukaspurningu aldrei. Nei, Þetta Ég var ein eftir, ég var að fatta, við komum inn á það. Ég sagði, langaði það mikið að party hard í Berlín og keypti svarta skó og alla í hópnum. Já, En þú veist, það fæði punkt. hörðu, það er 4-4. anskotin maður, ég var með þetta. Já, betur. En betur, hvað er aukaspurningi það? Æ, nei, ég er það. Er þetta ekki bara stórmeistar í jættefli? Jú, Það er það ekki. til það mikið. Og hann að það var gaman í því, þú tökum þetta þrjár. Þetta getur ekki álegt, þetta lítur að vera bara þegar að vera að stekja. Það er örgulega árlegt. Er það? Já, ég minna nú Hver er að fara að gifta sig? Allir okkar vinir eru ógiftir. Núna hlýtur þetta að koma bara, þú veist, á hrinni. Já, menn eru ekkert yngjast. Nei. Herru, þetta var King of Stekkun og eru ekki bara sáttum með þetta jættefli? FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957 Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Við drengindi stattir núna að við ætta að giska á snekju. Já, segjum það. Ég hugsa síðan bara á Þessum snekju tíma. núna og erum að fara í störðlaða staðrendir hér. Já, stjórnlega staðrendir koma oftast á eftir spurningkeppni Gilsson til þess að halda smá credibility í þættinum og já, einhverju svona smá eðlilega heitum. Er þetta fyrsta snekjuferði mín sem ég er á núna? Það er góð Er þetta spurning. fyrir að smakka? Þú ætla að Ég varst veit ekki það með okkur ekki. í Locarno. Fórum við á snekju núna á Krita? Nei, Það var eins og bátur. Já, bara sko. fiskibátur. Ef að láta þetta svest, það ætla ekki láta að gera á þetta hluti. Ef að láta hann taka sweet, hann er með góð dance moves. Ef að láta að fá að taka svona freestyle á snekkinu og þá Látum að dansa. Það er líðast hann er bara að dansa allstað sem förum. Dansa á keilu og hann er rosalega, hann er langbæsti dansar. Já, Það er eitthvað að láta hann hoppa út í eða? Nei, ekki þannig sko. Nei, því ekki. Það er kannski að vera þá eina sem væri vond. Það var illa, já, þú veist. Þá þurfum við auka föt og það er penisnum. Boratskíla og sweet moves. Já, ég held samt að við hefum ekki náða að græja þessa bóraðskilum. Ég meina það bara basically að slæta við núna í Hókus Pókus eða partybúðunum sko. Þetta er Eru þið ready? Já, býtum við gætum svo sem alveg gert það og við erum á rútu. Þeir hljóti eiga það í Hókus Pókus eða partybúðunni. Tjekkum á þetta. Núna ætlum við hins vegar einbeitt ykkur að þessum þætti þetta er 95 Blu og það eru sturlaða staðreyndir og þættir í fyrsta sinn bara síðan að við komum úr sumarfrí. Alltaf einhvern veginn dottið út hjá okkur. Við ætlum að passa þessu í dag. Það eru áhugaverðar. er einn bull. Það er eitt sem ég kæft það og reynið að spotta það og hlustendur líka. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins er að tittle-tattle er fólk sem að nærist á slúðri og það er til fólk sem bara lifir á slúðri og ég ætla að spyrja ykkur, eru þið miklar hafið þið gaman að heyra gott slúður? Sko, neil ekki. Það elskar allir gott slúður. Er það ekki? Íslendingurinn er svolítið tittle-tattle En ekki að lifa á því sko. Mér finnst enginn á okkur vera slúðrari. Nei, Nei, gaman að fá af Ég kem ekki hlaupandi til ykkar. Heyrðu guys, ég var að heyra eitt.
Þetta fer yfirleitt inn og út hjá mér. En svona af okkur þrem, nú ekki reyna að vera eitthvað vondur þá held ég að þú sért mestisluran. Þú færði þetta svo mikið frá Dóra og eitthvað. Ég er samt ekki mikil slúðrari. Hann er kannski meira með gott info. Já, Heyrir kannski allt. meira þannig, já. Hann er með góða menn í kringu sig. En menna, hvað flokkast sem slúður og hvað flokkast sem gott info? Slúður finnst mér vera meira bara svona dreif ykkur sögur sem hún veist ekki eins og hvort þið sönn. Það á ekki að gera það sko. Já, eina vandamál slúður að Info er 90% af því er oft manure. Já, info er allt annað sko. Já, ok. Oxford háskólinn, þetta er fyrir þig af því að þú elskar history. Út af lífinu. Já, Oxford háskólinn er 700 árum eldri heldur en Bandaríkin og 400 árum eldri heldur en tungumálið enska. Þannig að þá spyrja, hvað var talað í Oxford? Fyrstu 400 árin? Það hljómar eins og manure sko. Það er rosalegt. Þessi spurning var eiginlega bara eins og stór fyrir June núna. Eftir svona ferð. Þetta er alltaf vel gamall skóli. Ég þarf rauðinsglas og fá að hugsa þetta. Og vindil. Já. Og pæla eins. Þetta er svolítið þannig. Máttu reiki inni hjá C.J.O. Nei, auðvitað ekki. Það máttu hverki Það er skemmtilega ferð. Hann Þýskalandi. gæti reykt inni allstaðar úti. Það var enginn töði hún. Hvað er að opna staðurinn fyrir almenning? Þú mátt ekki reykja. Jú, þetta er reyktu það. Það er eftir bara hvort að verði allt morti fólki eða ekki vantilega. Herru, þrívítaprentara geta prenta nýtt skinn á fólk sem virkar. Það er að nýjasta í þessu öllu saman. Nýtt skinn? Já. Og Nú er eina, ég til dæmis hættur að skilja 3D-prentara. ég hef aldrei skilið á. Hvernig getur þú búið til byssu úr prentara? Getið þið sagt með það? Hvernig getur þú bara prenta byssu? Sko þú setur the ingredients í ykkur nokkur hólf sem sé bara 10 hólf og í, hvað er í byssu, það er þetta set hérna, skilur við eitthvað, setur það hana síðan bara ídra prentaran og hann notar the ingredients og prentar þetta og hann veist að þetta kom frábæra byssu. Prentar byssu? En Ekki bara skinn. Geðu svo glíkar að prenta byssu daginn. En ég meina, þú getur prentað sko húð. Já. En ég meina, Þú getur prenta hambúrgar og borða. Og héti hann? bara 3D prentaði burger. Já. What? Ég finna að þú setur þá vantilega, já sko, núna verði ég viðkynna. Eftir 10 ár eru við bara, þetta er þægilt eftir svona 10 ár, það eru bara heima fyrir fólki mat. Mátt bara prenta matinn. Hvað maður bjóða þér Siggi? Humar. En meina, þá þarf það allt í hann. Setja allt í hann. Það ekki? Já, þá ekki alveg sletta bara eldan. En það fólk eru að taka, það er við reikningi núna, við vinnum F957 sko. Já, þú talar þess og vitir allt um þetta. Nei, ég er bara svona að kynna með þetta lauslega. Ég hef nefnilega ekki kynnt með 3D-prentara nógu vel sko. Ég hef ekki haft mikið áhuga á honum sko. Það lítur að kosta slatta þá. Svona prentari sko. Ég kom með áhuga á honum. Þetta, þú færði ekki bara í húlut pakkart og kaupið það svona, það? Sko, ef þú myndu vita hvað það væri og þekkir þetta bara 10, það væri alltaf ekki á FM, sko. Nei. Það væri okkur annað. Það var með sprotafyrirtæki ekki núna. Það Já. fóð til alvöru 3D-prent. Herðu, þetta hérna er rosalegt reyngir. Gleeking. Hæ? Gleeking er þegar þú getur skýrt undir tungunni. 5% í heiminu geta, þá setur tunguna hérna upp í. Já, skýrt. Og skýrta það og er eitthvað hérna undir tungunni sem skýrtminna. Þetta er félagi minn, gerði þetta mikið. Já, ok, það var neitt af þessum 5%. Félaginn í Mosó. Já, 5%, ég held að verið. Settu tunguna þér upp í núna. Ég get og reyndu að ekki, en skipta. hann var alltaf að gera þetta. Já. Og en ég vissi kallast ekki, sko, gleek. 5% er helviti lítið, er það Ég hef aldrei séð neitt gera þetta. í alvöru? Ég vissi ekki að það verið hægt. Hringdi í vinir og sagði hann sé special. Já, ég hugsi senda hún skilaball og eftir. Hann er bara í 5%. Þið getið þetta ekki það. Nei, og potið enginn sem er að hlusta. Þið miður geta ekki. Herru, 2% kallmanna fá ekki fullnæðingu. Þannig er ekki bara konur sem að geta ekki mikið fullnæðingu. Ég hef aldrei hitt gæja sem... Nei, það er minni líkur á því heldur en glík. Já. Það er, já, bara... Samt, þú veist, þú átt oft í herbyggi með 100 gæjum, eru það 2 af þessu gæjum sem get ekki hrist sig. Já, ég veist að geta hristið. Það er ekki sérstaklega flókið, sko. Það er bara að fá það, sko. Bara fá það ekki. Það er munun. Ok. Getur ekki treyja því. Nei, ég er bara... Það er bara... Ég er cold bullshit á þetta, sko. Það er bara ræðilegt, sko. Ég veist, allir mínir vinir geta hrist sig, sko. Já, herru, hérna, fyrir bara næstu. Það eru 146 manneskjur í Bandaríkjunum búin að láta frista sig í vonum lækningu og sjúkdómið þeirra í framtíðinni. Þarna eru við að tala saman. Og, Jú, að frista okkur. nei, sko. Ég spurði ykkur þessu daginn. Ég myndi aldrei gera, við ræddum með þeim þá. Það er samt geð út bara vaknar 200 ári í framtíðinni, kaupið þér bara eitthvað fljúandi bíl. Já, sko, Smávegis fyrir þig, þú átt að setja inn í alla tæknina Setja inn í allt. eins og slæst alone. ég er ekki eins og lendi í henni ég er ekki komið kort í síma minn. Þá ég gerist til 200 ára. Það verður game over, sko. Málega þetta snýst náttúrulega aðalega sko, þú veist, ef þú myndir láta frista í dag, þá myndir þú missa af börnunum og konniðinni næstu 30, 40, 50, 60 árin. Já, bara... En þess vegna sagði ég, ef þú gerir þetta áttræður, þú bara, herru, ég á svona, já, örfa ár eftir, það segir bara og viti bara, já, nokkur ár eftir, herru, hérna, þá ætli bara kveði ykkur, elskuta mínar, og... Sé ykkur kannski aftur. Nei, ég sé ykkur náttúrulega aldrei aftur, þú ert að frista í 300-400 ár.
Lámarki. En það er lámark, ég menna það getur verið komin bara a cure for cancer. Já, því að þú veist, það er ekki stemning að frista því bara 7 ár. Þú vilt þá frekar upplifa, þú vilt 1000 ár bara lámark fyrir mig, sko. Þannig að þú veist, þá mútur alltaf frekar að segja bara, ef þú átt örfa ár eftir, en það er allir dauðir sem vita að þér í þessum kæli þá. Nei, ég meina, þú veist, ef þú ert bara búin að lifa lífinu algjörlega og átt bara ekkert mikið eftir, þá finnst mér allt í lagi að frista í 1000 ár. Svo áttu bara vaknar og þá getur orðið kannski 300 ára og áttu önnu 150 og getur bara að fara að labba hafa gaman. Það er aldrei vilja. Ég það ekki. Þannig að fólk byrja að frista sig, það er komið í gang. Já, það eru 146 manneskir í Bandaríkjunum núna frist. Steindi, þú voru að fara í þetta. Hvað er þetta? Er underground eða? Nei, þetta ég sá á mynda þessu, þetta er eitthvað risa hilki og þetta er greinlega eitthvað fyrirtæki sem bara bjóða upp á þetta. In space, getur maður keypt stocks þar eða? Því að þetta, ok, ef þú getur keypt, ef þetta er á stock market, fyrirtæki sem er að frista lið, þá er ég þá er ég bæinn. Því að þetta hljómar eins og fyrirtæki sem er að fara Þetta er alveg winner to the moon. Já, sko, hvað ætli kosti mikið að halda þessu fólki í lagi til dæmis, ef þú komið 1000 manns í klefan. Það var að geima, það var áður hérna versmiði að geima 1000 manns. Já, þú þarf náttúrulega, þú getur ekki verið allt í nú bara hérna, heyrðu, þessi dópar er nótt. Þú þarf að hugsa vel þetta fólk. Já, þannig fer your stock niður í 0 þegar það byrjar að Já, gerast. það má bara ekki gerast einu sinni. Þannig að þess vegna er að segja, sko, hérna, já, þetta er mjög interesting. Kynum okkur þetta. Þetta er áhættustokkur hér. Já, ekki high risk. Leonardo DiCaprio átt að leika, þetta vissi ég ekki og veit ég nú mest Leo, en það sennilega minn uppáhaldsleikari. Hann átt að leika Anakin Skywalker í Star Wars og var búin að hitta George Lucas en hafnaði hlutverkin á síðustu stundu. Já. Og Anakin Skywalker er sá sem breyttist í svartöða og var leikinn að Hayden Christensen. Þetta er rétt call, minnst hann verið weird eitthvað Leo verið komin í Star Wars. Já, hann gaf líka út yfirlýsingu daginn að hann ætla aldrei að leika í neinni Marvel myndi eða neitt svoleiðis. Nei, hann á bara að vera að leika fyllibittur og þú veist, og svona lögreglumenn eða Ég horfði mitt á Departed í vélinni rosalega leiðin út, geggið. Mér finnst svolítið, sko, ef þú tekur að þér James Bond eða Batman eða Star Wars. Það getur tekið James Bond. Já, hann getur ekki tekið Marvel. Já, en Bond er samt, þú veist, DiCaprio verið svalur Bond. Já, hann myndi bakku Bond. Mér veist, einhvern hátt samt, sko, Bond vera bara, svo sér allt hérna bara Bond í annari mynd, en hann er samt alltaf smá Bond, að leika smá Bond. Sér ekkert, þú veist, að ég ekki. Mér veist að það er hættulegt held ég að fara í eitthvað svona hlutverk sem að fólk getur ekki séð. Mér fannst ekkert skrítið að sjá Sean Connery í The Rock. Ég var ekki að hugsa að það er Bond. Nei, það er góð mynd. Wow, hvað ég var að setja The Rock á bara örgulega bara á morgun líka. Já, í þingunni. Herru, og síðasta, og þetta var með svo nokkru búin að senda með þetta á Instagram og ég sá þetta í síðustu viku, það er kónguló í Ástralíu sem að veldur stinningu á karlmönnum það sem eftir ef hún býtu þig bara, og þetta, ég get sagt ykkur hér strax. Þetta er rosa skíturinn, sko. Já, ok, þú mátt giska á núna, svo getum við rætta. Þetta segja kónguló býti mig það. Já. Ég fæ stampinu. Já, hún fer ekki. Að eilífu. Að því að, sko, málega að þú mátt. Það er nákvæmlega sem ég er að segja. Það skeitur það ekki. Að því að þú fær stampinu. Hvað er það, kónguló sé að spá í það? Nei, ég er að segja, ef þú fær, þú getur alltaf látið læknis sprauta það niður. Nei, allavega, þetta var í Ástralíu núna. Það þreytti alltaf sprauta penisinn niður, sko. Nei, sko, að því að, þú veist, ef þú fær, ég held, Þetta er bara eitthvað eitur. Já, en ég held að þú ert með bóner í bara svona marga klukkutíma, þá held ég að sé strax orðið hættulegt. Þú þurfir bara að fara på sjúkrahús og láta laga það. Það eru menn sem taka töflur til að geta gert nákvæmlega það, sko. Já, til að gera það og gera sitt og svo bara er það ferðu að kvílan. En ég spyr, ok, En mannstu að vinna sem baðverður. Hvernig var það leiðið ef það var 10 gæri styrtun allir með bitnar þessu konguló og þú verður það verður sérstætt, sko. Hvað af þessu var kæftæði, drengir? Þetta var alltaf slúrið Tyrrell Oxford háskólinni 700 ára. Ég segi Oxford háskólinni, ég skildi það ekki. Hvað segir þú? Ég segi eilíða stampínan eftir kongulóbit. Nei, hvorur hafði rétt fyrir sér? Ég laug að 2% kallmanna get ekki mikið fylgnaði einhvern. Það var lígin. Auðvitað var það lígin. Hvað ég er svo vill. Þannig að núna, veistu það, Steindi, að þetta með kongulóna er rétt. Ég myndi halda mér að það væri miklu herri prósent en 2%, sko. Sem betur fyrir hérna betur verið þessi konguló ekki hérna. Nei, hún er í Ástralíu og ég held ég sé ekkert á leiðinu þangað.
Reynda langa með Ég er aldrei til Ástralíu Ég er að googla núna 6 flugvélar og síðan eitthvað kóngur sem ég getur þarna og Boner spider Endalust af spiders og viðbjöð Það er bara 9 af 10 hættulegustu dýrum í heimi eru í Ástralíu Skilja hvernig fólk er þarna I'm not going Herðu, þetta voru sturglaða staðreyndir hvert að googla þetta og sjá Já, það þú veist smá munur eins og þú sagðir og það sem ég fæ þetta Nú, sko. hvað? Deadly spider that causes hours long erections Hours long í fleirtölu Ekki af eilífi Bara basically 2-3 tíma Nei, ég las Ég þetta treysti eilífu. blöð fyrir þessu Já, Þetta er ég hans liður Það var treysti sett inn fyrir 6 klukkutíma sko Treysti mínum síðum Þetta er hans liður Gives boner þetta er sko Gives boner Hvað segir boner? Cause Gives long boner í- painful erections in human males Þetta er, ok blöð Þú verður að taka þetta bara tilbaka sko Þú Nei. getur ekki farið frá þættinu með að fulla svona Þetta er eitthvað 6 tíma gamalt sem þú ert að lesa Ég skal sína þér fréttina sem kom frá Ástralíu Ég skal bara senda hana á þig Já, takk Þetta er ekki eilíf Meila þetta á hann Já, ég ætla að meila það á hann Þetta voru sturglaða staðreyndir FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Fældi ég til að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hrós Steinþórsson við ykkur á þessum föstudegi Mónandi er allir í gír að hlusta Við erum allavega nokkuð sprækir þetta í stúdíunum Já, ég minna þú veist, með við það vorum að koma frá Þýskalandi Já. Þá myndi ég segja að væri meila bara helviti góður Það er, maður á að ferðast Evrópu Þetta er að því að þú kemur heim frá Bandaríkjunum þá tapar þú tíma, þú ert að lenda alltaf á mótnan og það er alveg sem fokkar mann upp Ef þú flýgur heim bara í hátinn, þá ertu bara nokkuð góður Svo erum við bara, alltaf reynslu meiri Já, veterans, þetta er að hafa okkur Já, svona, alltaf því Ég var að spája áður en að Jóhann okkur kíkir hérna að okkur að henda ykkur í myndir fyrir cash Já. Þetta er svona eiginlega að blanda hvort myndir fyrir ekkert myndir fyrir cash og þetta er bara 2 spurningar bara stutt á lágótt í dag og eru þið ready? Já, já. Þið verða að hugsa þetta vel og því að fyrir spurningin er geggjuð, ég fekk hann að senda Ef þú myndir vinna og er örugur að fá $30 milljónir en mamma er missi sjón á vinstra auganu, myndir þú segja já eða nei? $30 milljónir Já, Hvað er það mikið? þetta eru miljardar Miljardar? Já, þetta eru 130 milljónir sinnum 30 sko, þetta þetta helviti eru margir- 4 miljardar Heldur margir að hlusta núna sem eru bara með sjón og öðru auga Já, Þú heldur áfram með lífið Þetta er ekkert svo hræðilegt Þú mátt ekki keira eða þannig Ekki svo hræðilegt, ég held að þetta sé hræðilegt Já, skilja það, þetta lendir mörgu verra En sko það Ég- Ég þarna er fyrst að ég- vera með hversu mikil áhrif hefur þetta lífið þitt svona, ég er að velta þið fyrir mér okkur núna Sko það sem ég þyrst að gera þetta er að hugsa bara fyrir hönd mömmu minnar já, myndir þú spurna Nei, ok, Nei, þetta er ég mætti ekki spyrja hana Nei. Þannig að þú veist, ég hugsa bara núna, ok Ef það myndi, ég myndi bara Hún vaknar á morgun, ekki með sjón og öðru Kíkir svo inn á heimabankan sinn og sér þessa upphæð Hvað myndir þú leggja allt inn á hana? Já, ég meina, ég þekki hennar sjón Skiltu það eitthvað eftir fyrir stónmenn sko Sko, Já, ég þekki Steinda eins vel og hægt er að þekka Steinda Já. Það sætu $10 milljónir inn á hennar reikning Og ég þekki 20 Já, það var nákvæmlega þannig Svo múndum bara, hvað er að gera Steinda? Bara, mamma, ég ákvað að leggja hans inn á Ég þig. meina hún er komið meira miljardi Nei, ég myndi ekki bara freka vona að hún myndi nú skilja þetta eftir handa okkur krakkurum Þú setja allt Nei, já, ég hvað meina, heldur- sko, ef mamma mín ætti þessa upphæð þá myndi hún, veistu, hún myndi taka upp veski En myndur hún nota þetta í eitthvað Þú veist að núna, þú veist, hún lifir bara góðu lífi Skilur, hún er bara Það er bara svo, það er líka. eldur svo Fóreldrar þínir eru ekki nokkuð vanafastir Steindi Jú, Þú myndir Eins og vinna á blöð. reikning Þú myndir ekki eitthvað svona Breyta miklu, nei nei, örgulega ekki, ég meina, hún er bara Þá skiptir þetta engu með sína máli. rútínur og Þá bara viltu ekki frekar hún haldið á bara sjónin Jú, Þegar sérstaklega hún á að passa fyrir þig Hún getur ekki komið inn Ég get ekki komið inn stendi Ég er bara með sjón og öðru augun Ég get ekki keist sko Það er alveg vesið fyrir þig sko Þú mátt ekki keira það, þú ert bara með sjónu öðru Ég er venda bara Þetta halda það svona Fjarlæða skilja var ykkur vesinni Nei, Siggi Vestmanniðum, hann er, jú King Siggi Já, ég held að meira alveg keira Þá er ég bara að tala með raskatinn þar Já, ég held það Án þess að ég geti fullvissað Já, ég ætla að segja nei að það ætla að segja nei Já, Ok, Egill Já, ég ætla að leiða henni að halda báðum Ok, þá er það líka þið segið þetta hér sko Þá er það næsta nei, ég fór bara að hugsa eins og Egil sagði, sko, þetta er vanafast fólk, sko Þetta ferðast eins og Það er mamma mín og pappi myndi alltaf reyna að fara í einhverja heimsreisu bara Svo væri líka vesen fyrir þig, þú værir að missa pössunarna Því að mamma en hún myndi segja, herru, getur þú passað fyrir okkur? Nei, og pappin er bara núna að snekkja á Sandro Bay, sko Og það er líka bara nógu erfitt að fá pössun Við erum að snekki núna Hvernig það passa fyrir þig Ég hringi Hún myndi ekki grenni og hlátri, sko Þú veist, þegar maður átti fyrir, sko, þegar fyrir 7 árum eða eitthvað Gæti hringt eitt símdab og myndur hún að passa fyrir mig auðvita
Já. Það er ekki þannig í dag sko. Nei, þetta er líka erfiðar um 2. Þess vegna það maður líka að bíða með hund. Nei, þú ert að fara að bíða núna að passa fyrir 2 börn og hund. Það er alls ekki fóður hund. Árkomin yfir, mér langar samt fyrir hund. Já, langar öllum í hund. En það er bara, þetta er ástæðan fyrir að fólk fæði sér ekki hund. Já, það er erfitt á pössun. Langar öllum í hund. Já, langar öllum með hund. Þú ert upp í sófa, Hundur hundur bara í fangið. Já, ég veit að þú getur hitt hunda. Ha, Og þetta verður maður heima alltaf dag. Ég get bara fallið til Gylfa, ég vil leta hund sko. mikill munur að hitta hund eða eiga hund. Það er bara, þú veist, you're his favorite þegar þú kemur heim. Já. Herru, þá var það hinn. Og hún er kannski svona, hún svipuðum dúr. En þið verða að vera hinskilin núna. Og núna megið þið reyna að díla við fjölskyldumeðlumi. Okay. Þú færð $1.000.000 á hvert putta úr fjölskyldinu. Það er þetta nánustu fjölskyldu. Hvað myndir þú ná mörgum? Þú má taka þér líka. Má ég taka af bara mömmu, pappa, Systuðinum, bróðinum. Hildi alla, já, veist hann ekki þér, koninu og börnunum. En ég get ekki bara 1 putta af öllum hana og þú veist, og þá erum við komið með hvað, með $1.000.000 per putta, Á putta. $5 million. Já, Hvað putti er minnst mikilvægur? bóttið litli. Það verður að hafa þumalinn, Já, sko. Það þumalinn er landskjöld ekki haldið á bjór, sko. Það er sem aðskilur okkur frá öppum, Já, sko. veist ég. Sko, þetta er helviti sko, og ég er að hugsa núna. Byrjum bara hvað tækir af sjálfu þér. Ég veit nákvæmlega hvað þetta er. Hvað er það? Þetta eru 16 puttar. 16 puttar? Já. Hvað er 16 mörgarn í familju? Hvað er þetta? 16 miljónir? Það þetta er ég 16. Þetta er ég, Siggi bróðir Já. og pappi. Ég hugsa pappin, hann er stemningsmaður, hann myndi elda þetta. Já. Við myndum taka okkur 4 putta, Á haus? 2 af hvori hönd. Í alvöru? Já. Vá, ég held að þetta væri kannski næsta leik. Já, sko. En þú veist, 4 á haus? hvaða putta ætlar að taka af? Þú finnst það að ákveða það? Bara Þú reykir, þessar þú ert gamer, þú ert slagur gamer Ég er bara að fyrir, taka sko. 2 í Það er miðjunni. með alla puttana þennan. 2 í miðinni báða megin. Já, ég 2 í miðjunni, hvernig ætlar að gefa ykkur the finger? Þá ertu alltaf með svona rock-on-merki. Það gæði svínar á því, hvað ætlar að gera? Já, ok, ég held á þeim Þú haldi alltaf einum, þú veist, þú er ekki alltaf að gefa fuglinn, sko. Já, en þú veist En byrja, þá ertu komið með, sko, ef þetta er 4 á þér, 4 á bróðinum og 4 á pappaðinu, þá ertu komið í 12, ekki 16. Hvaðan komið Kannski hinnir? er þetta 2 Þetta er annarkvort 16 eða 8. Þetta er annarkvort 2 á mann eða 1. En byrju, Já, það er bara alla í fjölskyldinu. Já, ég hugsa að mamma myndi ekki nanna þessu. en málið, einu þú nota puttana þína í, Steindi, það er að, þú veist, halda á bjór, handa á villi og gaming. Þú nota puttana ekki neitt annað. Keira bíl Já, og hjálpa börnunum sinni Já, getur gert það með 3 fullt af putta. fólki sem hefur mist Gert það fingur með 3 fullt af putta, fólki sko. sem hefur mist fingur sem getur drukkið bjóri sko. Þetta er ekki, þú veist En kannski er það að þú bara taka 4 þér. Ég þarf alla. En ég get ekki kannski Ég get ekki farið og kannski framkvæmt aðgerð upp á landsbíl. Ég þarf alla puttana, ég nota alla því ég sendi e-mail, vinna mín er að senda e-mail, sko. Þannig að þú myndir ekki taka neitt. Ég geti ekki eitt farið af, þá er ég bara í vissinni. Já, en þú varst samt að fá $1.000.000, sko. Ég held þetta með eini sem ég ætti létt með að græja þetta. Það var pappi. Pappi, hann var ekkert seðla, sko. Hvað myndir að gefa mörgum á honum? Ég held að ég og pappi getum alveg tekið 2 og kæft, sko. Það var þetta 4 milljónir. Ég myndi aldrei byggja sýstu mínar eða mömmu mín eða neitt um það, sko. Nei, ég veist sýsti mín myndi hún er stemningskona sko. Það er voðalega stemningir í fjölskyldunni. Allir til að fara þessi putta, sko. Það væri allir bara, heyrðu, það er bara up for grabs þetta, það er $1.000.000 fyrir hvert putta. Hún getur sænaði mig. Þetta er stemningsfjölskylda, þau byrja að hella í sig 11 aðfangudag, sko. Þetta er mesta stemningsfjölskylda sem finnur á Íslandi, sko. Þau eru til að kippa nokkuð puttum af, sko. Það var líka alvöru aðfangudag, það var allir eiga yfir $1.000.000. Já, ég ætla að mæta næst, sko. Það verður veistla því ég mæta 11:01 og báka. Þannig að þetta var 0 í agli, 16 í Steinda. Það var hvorki meira enn minna. Þetta var, ég myndur fyrir cash hér á þessum föstu degi. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957 Held ég til að fyrsta FM 95 Blu hér á FM 957 og við erum ekki bara 3 hérna drengirnir, punkastemmingin aðeins búin að minka. Hún er mætt. Já, hingað er komin að, já, mínum að þetta er bara einn besta söngkona Evrópu, ef ekki í heiminum með Jóhanna Guðrún, verður velkomin. Já, hæ. Hvernig ertu? Ég er góð. Það er ekki hægt annað að vera góð eftir svona kynningu. Nei, segðu þig. Ekki Evrópu, Ég heimi. er bara hann svo vön þessu. Ég bara kem alltaf til eitthvað og fæ svona grand kynningar. Ég er bara að taka þessu sem sjálfsöglu. Við erum alltaf að passa að halda þér og Svessa góðum því að okkur vantar your beautiful voice í lögin okkar. Reglulega. Já, við erum til í hvað sem er. Það virðist samt vera sem að, þú veist, ég er náttúrulega svo mikill svona listamaður, þannig að maður vill alltaf vera að gera eitthvað svona viti, sko, og svo ringi þig og maður er eitthvað svona, hvað rusl er þetta sem ég þarf að fara að syngja inn á. Svo er þetta alltaf frægasta sem ég geri. Þannig að ég bara
segi bara takk fyrir mig sko. Takk fyrir að halda mér inn í bransarum. Ég bara get ekki sagt En þú veist að þú mátt ekki vannmeta listina í ruslinu sko. Nei, ég meina að þú veist, það bara, þið bara veitir hvað að gera, ekki ég. Það bara, ég er löngu búin að segja það sko. Það er svo geggja að vera bara opinn með það, bara hvað rusl er þetta, ég syngi inn á þetta. Efst á Texmar, efst, mamma þarf að jamma. Yes. Já, það er sko, fyrst að það er bara að spyrja, hvernig ertu á, þú myndi að fara inn í Ég bara var að opna að sá þetta, rosalegt. Það er efst sko. Ég er rosa góð. Það ekki? Og bara mjög peppu fyrir þessum viðburði sko. Þetta er svolítið öðruvísi heldur en það sem ég hef gert áður. Og náttúrulega mamma þarf að djamma, þetta er viðburður sem er svolítið sko, náttúrulega targetaður fyrir konur, vinkonu hópa. Viltu ekki fá eitt Það kallmann? megum við ekki mæta samt það. Ef stendi bara, það myndur við hendur á mót. Ég veit það ekki alveg, ég er ennþá svona að melta það sko. En viltu helst vera að fá bara Þetta konur? er stelpukvöld, Þetta þetta er stelpudjam. Ok. Og sko það sem er öðruvísi við þennan viðburð heldur en svona það sem að flestir er að gera er að við erum að íta svolítið undir hvern frumkvöðla. Og þú veist, það er náttúrulega vel við hæfi, þetta heitir mamma þarf að djamma. Þannig að í rauninu 8:00 þá byrjar fyrirpartí í Háskólabíói í Andrinu. Það verða koktelar, það verða bublur, Sigga Klinga árita konurnar og Dóra Júlía að spila tónlist og allt geggjað. Og svo erum við með bása, svona eða fyrirtækja expo, það sem að bara fullt af fyrirtækjum sem að eru frontuð af konum eða stofnuð af konum, eru með að kynna vörurnar sínar og jafnvel selja. Þú veist, Blush verður með bás, Coco Butts verður með bás, Móa og Mía, Sætar, Sindir, þú veist, og bara Þetta verður bara eitt risa, bara partí áður en tónleika byrja. Já, þannig að þarna getur við verið að fáðu kokteil og bara, þú veist, verið að mingla, skoða alls konar vörur, jafnvel vesla, eða út í stuði og svo bara byrjar stuðið inn í sal. Þetta byrja að snemma það ekki, þú veist, hvernig byrja kynningin á vörunum? 8. Já, bara 8, já. Og síðan tónleikarnir aðeins setna. Það, þú veist, það má alveg, þú veist, það með að vera orðna svolítið léttar þegar það fara inn í sal. Þetta ekki með kampaðin fyrir fólk að skoða vörunar? Jú, það verða koktelar og það verða búblur og alls konar. Allt sem þetta er rosalegt partí. Þú er basically með smá, þetta er bara partíprógram. Já, þetta er partíprógram og line-upið á tónleikunum er náttúrulega þannig að mér langaði til þess að stelpurnar getur farið inn í sal og í rauninni á sama hvaða aldrei þú sért þá eru þarna lög sem að flestir geta sungið með hástöfum. Hvenær, og ég veit að miðastala nýfarni gang á Tix.is í gærið ekki? Já. Hvenær eru tónleikarnir? 14. október. 14. október, ok. Þetta er sko Steppi Hilmars, Birgitta Haugdal, Gunni Ólafs Skítamóral, Eva Rúsa verður, það er rosalegt line-up þetta. Sko Eva er náttúrulega sko, hún er svo geggjuð. Hún er snillingur. Hún er snillingur. Hún er með okkur út á Krít daginn á hótelinu, hún er frábær. Hún er bara svona fyndin í alvörunni sko. Hún er bara svona góðu skapi alltaf. Hún og Hjammi eru geggja teimið saman. Tekur hún lægið eða? Já, þú veist, ég er alveg að spája að hendin í eitthvað rugl sko. En sem sagt, hún heldur utanum þetta svona fyrir partíinu og svo líka verður hún að kynna á milli laga og jafnvel einhver skemmtilega leikir. Við verðum örgulega með svona smá Oprah moment þar sem allir er að líta undir sætin og kannski er eitthvað skemmtilegt undir þeim. Það free shit. Það þarf ekki að kenna þér þetta. Sko ég held að ég var með BS gráði að halda gott partí. Mér langar að mæta. Ég er bara maður ekki. Við þurfum að halda pabbi þeirra að vinna. Já, ef ég væri að setja textar og að væri, þú sko, Jóhanna væri bara you get a car, everybody gets cars. Dýrat væri til að vera. En eigum við að taka pabbi þar að jamma og við erum sér bara með ykkur að þú veist, kynna ykkur dekk fram í og svo er ykkur svona bara gæjar leiðir og það er mitt samt það sem að ég er að reyna að passa mig á með básana er að maður þarf að passa að setja ekki allar konur undir sama hatt af því að þarna er ég að vonast til þess að við séum að fá einmitt þessa típisku skvísu sem að elskar náttúrulega bara ylvötn og krem og barnadót og eitthvað en svo kannski eru konur sem að bara hata allt þetta, skilur en það er þurfa líka að geta skoðað eitthvað skemmtilegt þannig að við erum að reyna að hafa mikla fjölbreytni. Já, ég fíla það mér, þetta er bara geggjað. Og hvað eru tónleikarnir langir? Sko, það er bara, ég hef eftir að setjast niður og klára lagalistan en þeir verða bara og þú veist, mögulega langir sko. Er það að fara að fá Is It True? Já, þær fá mamma þar að jamma þetta og Is It True bara, og þetta verður svona crowd pleasing tónleikar, það er bara þannig. Og þetta eru 999 sæti sem með þessu getur selt, eða getur Háskólabíó og Stórasalum, en hvernig er það? Jú, ég held að það sé ekki 999, ég held að það sé 940. Þannig að það verður uppselt þar 100%. Konseptið er það skemmtilegt. Þetta er mjög gott koncept, alltaf að veri árlegt.
það er svona það sem ég er að vona því að það er hægt að gera svo margt með þetta konsept það er hægt að, þú veist, það er alltaf hægt að rótera listamönnum, þú veist, kannski verð ég ekki sjálf á sviðinu næst, skilur það er bara hægt að ráða fullt af alls konar listamönnum en ég sé fyrir mig að þetta fari bara inn í, þú veist, eins og núna allir þú veist, út með Júleven út með Ara með áramótaskop, út með Magalút, út með fullt af dóti og alls konar tími, mikið jólin stund, en svo ertu hann að koma bara mamma þarf að djama nýtt konsept svo bara næsta ári er þetta 3 sýningar árið eftir 10 sýningar þetta getur verið endalust Já, þú veist, ég vona það allavega að það er bara svo, þú veist, þetta með fyrirpartíið, það er bara svo ótrúlega mikið af flottum konum þann úti sem er að gera geggjaða hluti og það er svo gaman að geta hist og svona mingla allar saman líka. Já, svona girl power Já. Þú varst ekkert eitthvað svona að hugsa ég allavega ekki fengið neitt sent frá þér þú vilt ekkert enda á komið að því eitthvað svona kjáta kallaði strákan upp á svið þetta í lokin og tökum komið það er þess að allt vittlust strákar sko, það er allt vittlust og tökum bara keistlu ég get lofa ykkur því að það er brjálastuð ég veit að sko núna ertu búin að planta fræðinu sko. Já, einhver á einni greiða hjá okkur maður, Jésús en sko, eitt sem að mér oft finnst áhverst, þú slæðir gegn ung þú ert bara búin að vera tónlistakona þegar ekki, sem þú varst kræ Jú. Já, bara það hefur verið atvinnaðin Já. Ég held að er einhver á Íslandi sem að hefur verið svona lengi bara frá þessum aldri og bara orðin fullorðin manneskja. Það held ég ekki, þú er aldrei unnið neitt annað. Já, sko þegar ég var unglingur þá var ég ég var hestasveinn hjá Íshestum. Ég var að fara í hestaferðið með fólk. Eina dagvinna sem þú átt á æviðinni. Aldrei stimplað inn í blikksmiðið á lager. Nei. Það er rosalegt. Og alveg er líka sko barnastjarnan sem endaði ekki á dælunni. Það er náttúrulega ekki bara í Bandaríkjum. Ég held að það sé líka bara einhvern veginn þegar þú ert með heilbrigt bakland, þú ert með foreldra sem að hafa tíma fyrir þig og þú veist. Já, en varstu eins og bara þú varst 11-12 ára, varstu þetta shit í skólanum? Voru allir bara svona þú kemur Ég hef aldrei hugsað svoleiðis það þú veist, ef ég var það þá tók ég ekki eins og eftir sko. Þetta er einhvern veginn bara svona, maður var bara partur af hinnum krökkunum einhvern veginn Eina barnastæðin í heimi sem hélt haus þetta er stórfréttir, heimsfrétt Sko flest allar barnastæður byrja að sprauta sig í hælinn bara í fermingu Þetta er helviti Strákar, ég er nú samt ekki fullkomin sko, en ég er kannski ekki að sprauta með hælinn Við ekki sleppa því bara En sko, ég ætla að leyfa hlustendum okkar að kynnast þér aðeins betur og ég ætla að henda þér hraðspurningar þá ertu núna bara að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þetta er í hug en það er ekkert að svara rétt og ekki vittlust Tilbúin, uppáhaldsmatur Pasta Besta bíómynd allan tíma Godfather Lið í ensku Drullu sama Hvað keikir í þér? Ég veit ekki núna, nammi Candy Hvað er ekkur á dæminu? Kristall Hvað er mest í töðunar á þér? Mest í töðunar á mér Núna drasl Ok Hvaða lag tekur í karaoke? My heart will go on Hvað er þínu mati kynþokkafyrsta dýrið? Graðhestur Hvað er skemmtilegast það sem hún gerir? Syngja og dansa Hver er þinn helsti kostur? Sterk Hver er þinn helsti ókostur? Frek Áttu hlutabrif? Nei Uppáhaldslægið þitt með þér? Is it true? Is it true? My heart will go on sko, það er besta lag ever made þú ætla að syngur það betur en Celine Dion Það syngur það engin betur en Celine Dion Mitt mat Flawlessly Þetta er líka bara svo vel samið þú veist, gaurarnir sem voru á þessum tíma að semja lög fyrir þessar dýfur þú veist, Mariah Carey, Celine Dion og Whitney og þetta voru gaurar sem kunnu að semja lög þú veist, bara þetta tímabil og þessi tíma held ég bara koma aldrei aftur Eru menna fólk út í heimi að senda þér lög? Já, það kemur alveg fyrir en rosalega oft í tengslum við Eurovision, fólk er að reyna að fá mig til þess að fara í Eurovision aftur Möndu aldrei fara aftur? Já, ég held ekki En af hverju ekki henda þið fram ég held ekki því að why the hell not það kemur alveg lag Þjóðin þetta tjúllast og ennþá Tiny Little Baby skilur og getur þess að vera til 30 ára sko. Ekki útilokað Nei, þú veist, ég vill ekki segja bara alveg hart nei en mér þykir það ólíklegt Já, ekki hart nei Þau eru júru og svo gils að það er gaman að heyra það It's a chance Nú erum við bara á leiðin í stekkjun, drengir Já, það er einn af þínum bestu Sverri Bergmann Ég er mjög spennt að heyra
Þið verða að fara varlega með hann, Þú þið verða að fylgst passa með upp á okkur á hann fyrir mig. gramminu bara, þú veit hvað við erum láta greiði gera í dag. Hann er að koma einnig viðtækja og Ívari Guðmund svo grunnlaus. Jesús. Já, ég held að hann haldi að hann verði stekkjaður á morgun af því að sko brúðkaupið er næstu helgi. Við vorum satt að tala um þetta áðan sko að Hann var án pínur hættu líka hann er ekki stekkjaður. Hann sendi alveg að mig bara hvað er allt í fokkinu. Það er alltaf eftir hvernig hann var bókar í viðtal. Ég veit ekki hvernig hann var bókar. Ef þetta var Sverrir Bergmann, já, blessaður, þetta er Ívarðan. En að kíkja á mig í spjall. Já, Tengt hverju? Nei, Halldór Gunnar sagði að þetta var ekki óeðlilegt. Þetta var út af einhverju Já, en hann er ekki að gefa út lag og það er ekki viðbörð og hann er alltaf bókaður í viðtal og Ívar Guðmund sko. Ef hann er ekki niðrið þá lítur hann að grun eitthvað. Já, hann pottitt. Heldur að sé bara, ég er ekki með þessu, það er ekki Ívar. Já, það skiptir ekki máli, við erum bara að fara félagarna að spjalla saman og það verður Ég er að koma í ljós að þetta var ekki frumlegasta leiðin sem kroppsararnir völdu hann alltaf surprise him. Nei. Sko Halldór Gunnar vildi meina hann held að hann vissi ekki af þessu og af því að hann hringdi hann og var að spurja hann út í einhver Halldór sagði, nei, ég get að ræða það eitthvað. Þetta er tengt ykkur, Já, ég veit að við ekki brúðkaup hann er allt í Ívar Guðmund sem spjalli. Ég held að hann haldi bara, þú veist, að enginn elskjan, skilur, bara vini mín elskjan. Það ætlar ekkert að stekja mig, sko. Einu kallið þegar þú veist, það er svona nála brúðkaupi. Þetta er annarkur dagurinn í dag eða morgun. 2 dagar sem komið til Ég veist, við viljum ekki hans í þrútin og, þú veist, ég menna, Gils, þú veist náttúrulega hvernig þetta allt er. Þú þarft að vera með eitthvað svona deep huffing program á þeim í vikunni. Tekur 3 daga að skóla vatninu út, hann verður svo nýr hérna eftir 8 daga. Hvar hittust við nú? Þú ert að koma í brúðkaup ekki? Já, það verður brjála að gera mér í þessu brúðkaupi, sko. Þetta fara að taka lagið það? Já. Þannig að taka My Heart Will Go On For the Love of God, taktu það. Nei, ekki brúðkaupi. Ok, en ef þú fara umsla, tekur það þá? Já. Nei, Já, það er svo fyndið. Það er svo fyndið nefnilega, það er svo mikið, það er svo margt fólk sem hefur beðið mig að syngja lög sem að bara það elskar, þú veist, eins og I Will Always Love You, náttúrulega hljómar eins og eitthvað lag sem að, þú veist, er gott í brúðkaupi en ef þú hlustar á eða þú skoðar textan þá er þetta náttúrulega bara skilnaðarlag, sko. Og ég er alltaf bara ég skal alveg syngja það en ég ætla að biðja þau að fara núna googla þetta, lesa textan og þú veist ennþá ég syngi lagið þá bara Textan aðeins. Það var það við drenginum þökkum kellaði fyrir bara okkur í dag og Jóhanna, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Gangi vel með Mamma þarf að jamma miðastala hafinn inn á tix.is og eins og þið heyrðu hér aðan og getur við lofað eitthvað því að það verður stemming og stuð þarna hjá ykkur skvísunum sem að kaupa ykkur miða. Við verðum mættir með rosalega þátt á þriðjudaginn frá Jagermeister Kastalonum í Þýskalandi. Ég þarf að fá að horfa á þann þátt á sunnudaginn og mánudaginn. Ég er hættur að horfa á þessu útlanda þeiti. Sérstu, ég mun aldrei horfa þannig þetta nú. Ég ætla aðeins að kíkja þennan. Ég verða viðurkenna, ég ætla aðeins að fá að horfa á hann en hann verður nú ekkert mikið kliftur. Svo verðum við mættir í beina útsendingu næsta föstudag í FN95 Blö og þá verður svona líf okkar komið á réttan kjöl aftur. Sjáumst við í brúðkaupinu, Johanna. Já, ég hlakka svo til. Þú verður alltaf mökkuð þarna alveg, ekki? Alveg eins og alltaf. Verður þetta skammar? Alveg. Djammandi með Kristall. Við bara heyrumst næsta föstudag og góða helgi, elsku hlustendur.